Jæja, góðir áhorfendur og velkomnir að Ásvöllum á DB Schenker völlin. Sá mikli völlur. Þar taka haukamenn á móti liðinu frá Seyðisfirði, Huginn, sem eru nýliðar í fyrstu deildinni þetta árið. Þetta verður blóðugt, það er bara svoleiðis. Þetta verður stríð og þetta verður bardagi, það er nokkuð ljóst. Velkomin að DB Schenker völlin hér á Ásvöllum. Í leik í fyrstu deild karla, Huginn, Haukar. Hér ganga leikmennin á völlin. Lið gestana, en það er númer 1, Atli Gunnar Guðmundsson, markmaður númer 7, Rúnar Freyr Þórhallsson, númer 9, Jónatan Tómas Lemarquis leikari er á línunni hérna sýnist mér. Númer 16, Birgir Pálsson. Hann er líklegast aðstoðardómari númer 2. En lið Haukar, hann er skipað númer 1, Magnús Kristófer Andersson, númer 2, Sindri Hrafn Jónsson, númer 4, Aran Angan Panja, númer 4, Elton Renato Livramento Barros, númer 11, Arnar Aðalgesson, númer 12, Gunnar Jökull Jóns, númer 17, Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, númer 18, Daniel Snorri Guðlaugsson, númer 22, Aron Jóhannsson, númer 24, Haukur Ásberg Hilmarsson og númer 27, Alexander Freyr Sindrason. Nú lið gestanna þannig skipað númer 1 og jafnframt markvörður Atli Gunnar Guðmundsson, númer 7, Rúnar Freyr Þórhallsson, númer 9, Jonathan P. Alessandro Lama, númer 15, Jamie Jornet Gujarro, númer 16 og fyrirliði Birkir Pálsson, númer 17, Ingólfur Árnason, númer 18, Marko Nikolic, númer 20, Stefán Spasic, númer 21, Orri Sveit Stefánsson, númer 22, Ivan Eduardo Nobrega Silva og númer 23, Elmar Bragi Einarsson. Dómar í dag er Hjalti Þór Halldórsson, sá mikli meistari. Aðstoðardómarar Andri Vigfússon og Kristinn Friðrik Hrafnsson. Og Tómas Lemarquis. Og eftirlitsmaður er engin annar en sjálfur konungur dómarana, Gylfi Þór Orrason. Þjálfarar Hauka eru á sjálfsögðu Luka Kostic og Þórhallur Dan Jóhannsson. Þjálfari gestanna er Brynjar Skúlason. Og nú hlaupa krakkarnir hérna þvert yfir völlin, glaðir í bragði. Og þá er ekkert til fyrirstöðu annað en að flauta til leiks. Emil, hvernig líst þér á þetta? Herðu, ég líst hrikalega vel á þetta. Mér líst vel á daginn. Fallegur dagur. Frábært veður, æðisleg mæting. Ég held að séu 32 hræður hérna upp í stúku. Og ég held að þetta veri bara skemmtilegu leikur. Já, einhver spádómur svona fyrir fram? Hvernig? Ég held að þetta fari 13-9 fyrir Haukum. Já. Og hverju vera á skotskónum? Ég held að Aron Jó skori 8 mörk og svo verður Daniel Snorri Guðlaugsson með 1 mark. Svo kemur Þórður Jón inn á 74. Já. Ekkert að þeim spádómi. Í liði Hugans þá held ég að Stefán Spasic skori öll 9 mörkin þar. Og leikurinn er hafinn. Alexander með bandið maður. Alexander er með bandið eins og svo oft áður. Það er mikla band. Hér á Schenkernum. Boltasækirinn stendur sína plikt og það er hornspinna fyrir Haukum. Það er fyrsta hornspinna leiksins. Já. Og hann að fá heimamenn í Haukum. Hvernig eru Haukarnir í bóksinu, Hilmar? Þú hefur nú spilað með þessu leikmönnum, enda gömul góðsögn. Sko, þeir eru nokkuð sterkir hérna. Gulli er öflugur í bóksinu. Alexander er herðu og Touchið er sveikan aðeins. Það eru skemmtileg sendi. Þetta er flotta hreyfingar en hann verður að gera betur þannig drengurinn. Menn eru ríkari, það er náttúrulega ekki nefn mínúti búin leiknum. Já, menn eru enn að koma í takt við leikinn. Menn þurfa aðeins að toucha hann og leika sig með hann. Fallegt overlap. Já. Skemmtilega að spila hjá þeim. Hann er þykkur þessi í hægri bakgrunum. Þetta er einhver svona skemmtileg. En hann er virkilega lunginn. Já, hann er mjög Hann má eiga það. Já, ég er að tala þykkur og góðan hátt. Hann er svona allir massaður og
mikið. Hann er þrekinn. Hann er þrekinn Já. maður. Þetta er svona... Þú myndir tippa það að þessi væri Íslendingur, sko. Ég bara, við getum búist áætlunarferðum hérna upp og niður kantinn Ég hérna held að þennan það sé dag. nokkuð ljóst. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Og Hauk eftir að passa upp á það. Já, ef þeir vinna þetta, þeir eru sterk, verða svona aðeins grimmari í baráttunni til að byrja með, leikmenn Hugins, en heyrðu, Daniel Snorri hreinsar þarna, þá er það Ívan með skærin sín, Skæra mistarinn Ívan. og það er svo mikið sem hotspinna. Tvær hotspinnir hérna á fyrstu 3 mínútur leiksins cirka. Lúka hann að gefa skipanir til sinna manna. Það er sem til, var nálægt í að ná að stýra þessum bolta aðeins og hár. En skallaði framhjá. Það var að markspyrna. Það er mjög mikilvægt að sjá hversu langt Magnús getur sparkað. Já, það er athyglisvert að William er á bekknum, Terrence William Dietrich, sem að hefur verið aðalmarkmaður hingað til. Hvort að hann sé meiddur eða hvað vitum við ekki, en Magnús Kristoffer Andersson tekur stöðans í dag, ungur öfnilegu markmaður. Það var að Sindri og Haukur með sendingunni inn í. Hún er fjárstöngur, Elton, Renato, Livramento, Barros. Ekki með nógu góða snertingu þarna. Nei, en eins og við sögum á þá er leikurinn rétt að byrja. Menn er ennþá að koma sér takt í leikinn. Það er bara svoleiðis. Og það tekur oft upp undir hálfleik. Sá þykki hleypur inn á miðju aðeins. Nei, Þetta var ekki gott útspark. Og keyra hratt á þetta. Arnar hérna, þetta var skemmtileg hugsun þarna. Það ætlaði að þræða hann í gegn á Livramento. Livrapilsuna miklu. Halda boltanum vel þarna, en Haukar vinna hann. Taka innkasti snöggt. Arnar hérna, þetta er ekki, þetta er brot. Nú er Hjalti Þór dæmir aukaspyrnu. Elton John. Já, þetta er bara skemmtileg saga meðan Elton, að hann er skýrður. Hann var getinn á Elton John tónleikum í Dublin árið 85. Já, það er nefnilega málið, og ekki nóg með það. Þetta er mamma sem mjög tónelsk, og hún skýrði hann sko mitt eftir Elton John og Jose Barros, sem er kolumbískt tónskáld, eitt af bara fremstu tónskáldum Kólumbíu, já, algjörlega. Og þetta voru hennar uppáhalds tónlistamenn, og þess vegna heitir hann þessu góða nafni. Þessu fallega nafni, og hann er eini leikmaður Hauka sem er eldri en 14 ára. Það er allir, þetta eru ungi strákar, og það hefur verið stefnan hjá Lúka byggt upp á ungum Hauka strákum, á meðan að stefna Hugans er allt öðru. Hugins, já. Hvað finnst þér hana? Já, hver er hún? Þeir byggja liðið bara á leikmönnum sem heita Hugi. Nei, þeir eru nokkur útlíkar hana. Sprækir, virkilega sprækir erlendi leikmenn hana. Herðu, þetta er Haukur Öppur. Þetta var ekki nógu sending. Nei, það þarf að vera einhver sko gretta hann í bóksinu sko. Það var bara að hlaupa á þetta maður. Já, en þú varst að tala um uppbyggingu. Já. Þeir vilja bara spila á leikmönnum sem heita Hugi. Já, það heitir samt engin Huginn í leikmannunum í dag. Nei, Hugi. En það er alveg magnað að ná því. Það eitt og sér er afrek, og að ná að vera með liðið í fyrstu deild er eiginlega bara magnað. Það er Fúfúra, flikkar honum til. Nei, þeir ná honum ekki. Þetta eru sterkir strákar frá Seyðisfirði, það er bara þannig. Já. Hvað er í vatninu á Seyðisfirði? Það er allir að spyrja sig það. Það er lýsi í vatninu á Seyðisfirði. Já, það er bara nefnilega, held ég að sé svolítið svoleiðis. Það er hvað, hann Sindri hann með innkastið. Þetta var nú bara svona Finnur ekki Haukamann. Hann snýr vel. Flott þarna, ánægði með gredduna í gulla hana. Nei, heyrðu, en
Haukarnir fá ekki engastið. Þetta er snirtilega gert. Nei, heyrðu. Ói, þvílík keppni. Ef hann flautar á þetta þá verður ég brjálaður. Steig fyrir, kemur honum vel í leik. Arnar hann sendir hann upp á Fúfúra, hann aftur á... Þetta er rángstaða. Herðu, Þetta er rángstaða. ertu klikkaður? Það var aldrei rángur. Þetta er rángstaða. Hverju færðu þá? Hann Andri... Andri... það er- Nei, þetta er ekki hann Andri. Þetta er hann Kristinn, hann hinum megin. Hann er með þetta alveg á hreinu. Herðu, hann tekur sítan og herðu, nei, herðu. Já, herðu, af hverju flautar Hann hljóp sér í vandræði þarna en fékk aukaspyrnuna. Kveinka sér eitthvað, fengi eitthvað, lendi ykkur hnjaski. En þeir eru fljótir að taka spyrnuna. Huginn, og það er overlappið. Nei, heyrðu, þetta er skemmtilegur snúningur. Finnur, fær hann aftur. Uss. Fallegt skot þarna hjá Stefán Spasic. En boltinn siglir rétt framjá. Þeir eru mjög beinskeyttir og hafa verið það. Fallegt spark, ég er rosa ánægður að sjá þessar markspinnur. Þú sem markmaður. Það er erfiðari en menn halda. Það er Arnar með skot. Uss. Solid varsla, þetta var nú Góð varsla hjá honum alla. Mikilvægt að láta reyna á markmannin og taka þessi skot frekar en að láta þetta fjara eitthvað út. Já, þú þarft að taka þessi skot. Þeir skora sem þora, það er bara þannig. Hotspinna, Ára hotspinna og boltinn er fer stöngina. Fúfúrú. En nei, þetta rennur út í sandinn. Þeir renna að koma sér tætt við leikinn. Það hefur ekki... Ég kom nú nokkru hotspinnur en þeir hafa ekki náðu að gera sér mat úr því. Hvort liðið. Markspinnan hjá Alla. Sterkur spinnumæður. Já, betri heldur en áðan. Já, þessi var... Já, hún var ekki nógu góð aðan. Nei, hann lyfti Þarna- vel upp, hann já. var fallegt að sjá. Boltinn mikið í loftinu samt sem áður. Íbúar Seyðisfjarðar hafa fjölmennt í stúkuna sig. Já, það er 80% íbúafjöldanum mætti bara á velli, Já, sem er aðeins að sjá. já, stuðnismennir hafa oft verið kallaði bíflugurnar Já. vegna búningana, the honeybees. The honeybees. Ég heyri nú einhverju tromm upp í stúku. Hver er að manna trommuna hérna í dag? Það er ekki, nei, heyrðu, hann kemst fyrir þetta. Hann Spasic og hann ætlar að renna honum hann í gegn, en það er einhver misskilningur. Þetta er bara vonlaus sending, það er bara hann. Ætlar að renna honum hann á hann Jamie. Nei, heyrðu, kemur bara... Sá þykki var brjálaður henni í hægri bakgrunum núna. Hann öskraði á Huga, held ég. Senda hann tilbaka á Magnús. Hann tekur sér tíma í spyrnurnar. Reynir að finna Eldon. Þessi maður er bara kjöt, það er bara hann. Já, það er erfitt að... Þetta er skemmtilega spilað. Fá hann upp í hotnið þarna. Æ. Hann ætlaði að renna honum út þarna og finna Arnar en tókst ekki. Sko, Haukar eru svona svolítið flottar á boltanum, finnst mér. Enn sem komið þeir hafa komist betur í takt við leikinn. Þetta er fallega gert. Þrýðningaspil og svo hvað gerir hann? Já, nei. Þarna hefði ég viljað fá bara hamarinn. Eina sleggju, já, bara taka tonna bara maður, neglum. Já. Sjá hvað gerist. Og sendingin í en þeir hreinsa enn og aftur. Og eins og allir vita þá eru Haukar sponsor af Vilko vöflur. Ef að þið eru að leita eftir ykkur í sundarskaffinu, endilega mælum við með því að fá sér Vilko vöflur. Fallega gert hann að svo sé ég hann að já, hann fær hann. Þeir leita svolítið að honum hann í uppspilinu, honum Elmari.
Hauka er mjög sáttur á hliðalínunni með gangmála, ánægður með talandan. Fyrir upp í skallan að lausboltinn, skýlur hann bara út á og fiskar innkast. Vel gert hjá Aroni. Finn út á kant, tilbaka á Aran. Hann með hann langan hann yfir, þetta er fallega gert. Haukarnir að halda boltanum vel núna. Það fyrst í almennilegi spilkablin en hann nær ekki lengra en þetta. Kallar þú eftir einhverju sérstöku? Í leikinn þá Hauka megin? Almennt, þetta er kannski aðalega leikinn. Hvað viltu sjá gera? Ég kalla eftir fleiri rangstöðum. Já. Það er það sem ég vil sjá núna næstu mínúturnar. Fleiri ránstöður. Fleiri rangstöður. Fúfúra. Æ, hann gerði bara eitthvað þarna. Þetta er grilluð sending maður. Jæja. Hann dæmir aukaspyrnu. Það dæmir ránstöðu. Akkur ekki. Hann geti alveg gert það. Fleiri ránstöður, ég sammála þar. Það er Elmar, við viljum sjá hann svolítið vera með boltan. Hann er með góðan fót, sérðu. Beint í lappir. Daniel eltir. Jonathan P. Haukarnir hreins á það, Fúfúra. Hann skilar hann niður og Arnar. Þetta er fallega gert og þetta er aukaspyrna. Jú. Þetta er rautt spjald. Hjalti hjartalega sammála og Elmar ekki ánægð með þetta og sparka boltanum í burtu. Hjalti Hreiður eins og hann kallaður, hann er eldri en 2 vetur í þessu. Já, eins og sést. Daniel, þeir eru svolítið að fara upp miðjuna þarna, gegnum miðjavörnina. Mér finnst þetta að vera svolítið vinalegt hjá þeim, sko. Það vilja allir senda alltaf, sko. Já. Akkur skjóta menn ekki bara alltaf og sjá hvað gerist. Það er mitt gameplan. Það er þitt motto í boltanum. Ég vil að menn skjóti alltaf. Þannig ekki með langur bolti, hann leggur hann út. Þannig voru næstu búin að skjóta. Ég var ánægð með það, hann reyndi að skjóta. Já, herði, falleg tækling. Daniel með stór góða tæklingu. Og herði og aftur hvort það hafi ekki verið bara, ég veit ekki hver var sem tæklaði þarna. Var það hefni tækling? Hugsanlega. Aran í pressuna. Tapa boltanum og finna strax. Aran út úr stöðu hann eftir að sækja á þann. Ára Ívan. Hann er flinkur með boltan. Hann ákveður að senda boltan í Gunnlaug. Gunnar vinnur hann svo. Nei, heyrðu, þetta er Elmar með svo. Já. Hann sýndi sólan þarna og þeir ná að taka boltan niður þarna. Reyna sendinguna fyrir, en þetta rennur út í sandinn. Þetta fjarar út. Og núna hefur þjálfarinn eitthvað að segja. Sérðu, Brynjar er kominn á hliðalínuna. Brynjar mætti ekki til að segja neitt. Nei, hann er bara til að eitthvað, ég veit ekki af hverju hann labbaði hann út. Það er sko, nærveran er svo gríðarlega. Mjög sterkar nærveru. Mjög sterkar nærveru og hann þarf ekki að segja mikið. Nei. Ef hann er ósáttur með eitthvað, þá sperrir hann út kassan og lappar út að hliðalínu. Og strákarnir skynja þetta bara. Þeir vita bara nákvæmlega hvað það er að gera. Skemmtilegt hjá Fúfúra og hann, Arnar, er að, lendir í samstöði. Huginn vinnur boltan. Það er mjög gaman að sjá það að þjálfari Seyðisfjarðar hann fer alla leið í þessu og er með strákunum í þessu og fer í fótboltasokka. Hann fer í gallan. Hann galla sig upp. Galla sig alveg upp, setur sokkan alveg upp á hnjám. Hann gæti. Skorun á púls. Hvað er í gangi? Hann gæti þess vegna, hann ætlar að skipta sér inn á þjálfarinn, síns mér. Hann er klár. Bittu nú við, þetta er ekki gott. Ég sé ekki. Hvað er í gangi? Hann er með eitthvað? Hann er að sýna honum eitthvað? Hann fann 100 kall út á velli. Það er að sýna. Hann er að sýna strákunum, sjáu þið. Það eru peningar hér. Mér sýnst það nú að vera eitthvað, hann er furður rólegur sko. Já.
Það er spurning hvað er að. Þetta er hann Ingólfur Árnason. Eru puttanir honum eitthvað? Eru puttanir eitthvað? Nei, það er alltaf góð. Já, þetta er, hann hefur fengið eitthvað, hann er orðið fyrir einhverju hnjaski. En vonum bara það besta. Já. Óskum hann góð spata í þessu öllu saman. En á meðan fá Haukar hotspindu. Já, það væri áfall ef þetta væri vísifingurinn sem væri eitthvað bjagaður. Já. Þeir voru, puttarnir virtust eitthvað í furðulegri stöðu. Maður vonar ef þetta eru puttarnir sem hefur farið úr liðið, eru brotnir eitthvað, vonar maður alltaf þessi baugfingurinn. Já, ég ætlaði að segja það. Besta. Það er alltaf baugfingurinn sem maður vonar að, það er sko, Já, það er glæsilegt mark. Þetta er Gunnar Jökull Johns. Og það ærist stúkan gjössamlega fer á hliðina. Algjörlega, Gunnar Jökull Johns. Þetta er það sem ég er að segja, þetta er það sem ég er búin að kalla eftir, að menn skjóti alltaf. Og hann skaut Þeir skora sem þora. Það er bara svoleiðis. Þarna skaut hann og skoraði, þetta er ekki flókið. Þetta var Gunnar og hvort að þetta sé hans fyrsta mark Já, þetta var allavega í stórklæsi. sumar. Ég held að það sé alveg klárt. Gunnar Jökull Johns. Kantmaðurinn eldfljóti. Það mætti segja Jökullinn logar henni í dag. Heldur betur, en þeir geisa strax í sókn. Þeir eru ekki að baki dotni. Þeir eru náttúrulega, gleymið því ekki að, þvílík vippa hann. Hann vippar honum. Sú mikla sópur Og rángstaða. það er rángstaða. Og þú kallar eftir fleiri rángstöðum, við erum að fá það sem við vildum hérna. Fleiri skot, fleiri rángstöðum. Já. Þetta er allt svolítið. Óskar eftir ykkur fleiri, fyrst að það hefur verið að... Herðu, ég væri til í bara að fá meira bræðralag. Meira Ég bræðralag. kalla eftir meira bræðralagi. Fáum það. Og sjáum hvort að það, Já. Og sjáu hvað gerist. Báðir þjálfarnir labba út úr... Nei, heyrðu. Hvað er að gerast? Það er skipting. Það er bara skipting. Við gleymið því ekki að Hauka skoruðu náttúrulega þegar þeir voru einu manni færri. Vissulega. Það má ekki gleymast í þessu. Það er hann Blaso Lalevic. Tómas Leif Markviss skrifa niður hérna. Það er nú með 3 sem gefur hérna, Já. Blaso Lalevic er að koma inn á fyrir Ingólfur Árnason. Lord Blaso eins og hann er kallaður á Seyðisfirði. Já. Eða Blas Roka. Já. Eins og hann er oft nefndur einnig. Hann sýnur hún lærin og segir, herri, ég er með 2 læri hérna, fæ ég koma inn á og aðstofdómarinn janka því, að sjálfsögðu. Það er líklegt að hann komi hérna bara inn á miðjuna fyrir en Ingólf. Já, og miðjumæðurinn spyr hann, var aðtöku hvað hann var með mörg læri, ég held að hann hefði sagt að maður væri með 2. Og Magnús setur hann upp. Fúfúra vinnur þetta, Gunnar hann er allt í öllu hann að drengurinn. Heldur betur. Það er, látið finna á Aron liggur eftir. Þetta var vont. Þeir liggja báðir, kvenka sér nei, heyrðu. Það er aldeilis komið blóð á tennundar á mönnum maður. Báðum liðum. En hvað er bræðralagið? Það er góð spurning. Menn hljóta Þetta var ekki það sem við báðum um. Takast í hendur hérna eftir smá, ég trú ekki þeirra. Boltastorgarnir fljótir að koma með boltana. Alveg til fyrirmyndar. Daniel vinnur boltan og setur hann upp á Elton John. Hann setur hann á Aron og svo finnur hann, hann munið litla að hann fyndi Aron hann, en þá var Elmar. Hann er með sjáið hérna fót. Herðu, fyndir í baki á honum, ekki dæmt. Ívan setur hann út og aftur inn, en Aron hreinsar. Svo þykki. Já, Elmar er mættur aftur í vörnina. Fyrir Elju Semi. Þetta er duglegur leikmaður. Virkilega duglegur leikmaður. Hann er ekki bara breiður og kjötaður, hann er duglegur. Já. Flott sippul upp á toppana. Og góð móttaka hérna. Einhver virkilega lungi leikmaður hérna på topp. Álega það sko, ég vil ekki segja hérna huginn hérna. Gunnar er mættur tilbaka. Ég vil ekki segja mikið sko. Þetta er rosalega einfalt. Þeir þurfa að skora með því að skjóta. Já. Skilur við? Og ef þið fatta það bara, herru, við verðum að skjóta. Þá getum við skorað. Þá getum við jafna leikinn. Sammála þessari greiningu. Við skulum ekki fara hátt með þetta samt. Þeir getur heyrt í okkur hérna. Já, þjálfarinn getur heyrt í okkur. Já, og settum að skjóta markið. Og settum að skjóta markið, því að þá geta þið skorað. Já. En þetta er falleg sending upp í horn á hann Hauk Ásberg. Sá mikli valsari. Sá mikli leikmaður láni frá Val.
Nei, hann- Arnar missir hún út af. Haukur til lán frá Val. Bræðrafélagi Haukana. Og er ekki ákveðið bræðralag í því að þeir séu að lána okkur Hauk? Jú, Þarna ég þarna fengum við þetta er bræðralagið. bræðralagi sem við vorum að tala um. Já. Takk fyrir það. Þakka þér sömuleiðis. Ég kalla eftir sko, að við erum að fá allt þessu kvöldum eftir. Ég kalla eftir laumu. Laumu, Já. hvernig, já, Sérðu. þarna. Þórhallur ekki ánæður Hann með er sína sko menn. Haukar. Já. Þeir skilja hvað það þýðir. Já, já. Þá vill hann færa boltan yfir. Já, það er nefnilega málið að þeir eru með allt dulkóðað. Já, já. Svo anstæðingurinn veit ekki hvað er að segja. Sjálfsögðu, þú ert ekki að fara að kalla Nei, þetta ertu ekki- völlin nei, einmitt. hérna, förum upp vinstri vængin Já, eða hægri vængin. nei, einmitt. Hann segir Þessi Haukar. Haukar og það þýr færa boltan fyrr á milli kanta. Fá bakverðina upp í ólappið. Já, og koma þessum krossum fyrir. Og láta djúpa miðjumanni, láta Já. hann hérna Gunnlaug, nei hann hérna Daniel detta þess niður. Já. Guð minn almáttugur, Elmar með frábær. frábæra sendingu inn í, en Gunnlaugur leysir þetta vel. Kemur boltanum í hotn. Frekar en innkast. Nei, þetta er innkast. Og það er bara langur og Aran skallar hann frá. Fyrsta. Nei, Blalla á hana. Af hverju taka menn ekki boltar í fyrsta? Það er innkast þarna að taka þetta stutt. Láta boltan vinna vel. Hreyfa boltan vel. Þetta er fallega gert. Sending inn í. En málið er það. En engin á fjárstunginni. Þann á einhver að vera mættur. Þarna á okkur voru Hver mættur. er upp á topp? Ég vil kalla eftir kantmanninum. Vinstri kantmanninum. Hann átti að vera mættur hana. Hann var það ekki. Stúkan, heyriði, lífið í Nú stúkunni. lifnar við bíflugunum. Huginn kallaði. Hvað eru þeir að meina með þessu? Huginn. Þetta er góður bolti. Nei, heyrðu. En Magnús... Heyrðu, þetta gæti... Glemdi að þetta hefur verið brotsamt. Já, ekki... Hann náði ekki boltanum. Hvað hélt að fá sér í gera? Hvað gengur á hérna? Ég verð að vera sammálun í Hjalta. Þetta er Ég aukaspyrna. er ekki sammála, hann fór beint í bolta. Voru óöfn að taka hann ekki. Þeir eru með spyrnu En hann spjaldar ekki. Það er sennilega Marko Nikolic sem tekur þetta, enda mikill spyrkum. Ég vil bara sjá Elmar taka þetta. Hann er yfirleitt kallaður Marko Nikolic. Í markið með hann er hann yfirleitt kallaður. Skot og Marko. Hver er þetta? Númer 13. Nei, þetta er hann Blasó. Lasso. Er það ekki? Hann getur blaze on. Þetta er... Ússus í stöngina, maður. Það verður að gefa honum það. Þetta Nei, var þetta er falleg ekki- spyrna hjá Blaso. Þetta er ekki Blasó. Nú, Nei, ég held ekki. þetta er númer 13, sér það ekki? Það er bara... Ég er þetta Ingimar Nei, hann er á Jóhannsson. bekknum, það getur ekki passað. Já, ekki nema hafi gert einhverja breytingar fyrir leik. Það getur Það er góð spurning. 18. Þetta er Marko, já. Ég sagði það, þetta er Þú sagðir, Marko. þetta er Marko. Hann setti boltan næstu því í markið og hann heitir Marko. Pælt í því. Þetta er ótrúlega. Við sjáum ekki alveg nógu vel á númerinn hann á Nei, hjá málið Hauðsmönnum. það, þessi hundarsflugubúningur er rosalega villandi fyrir auga. Já. Flott sending en sá þykki Elmar. er vandanum vaxinn. Já, sjálfsögðu. Hæp sending tilbaka, hann setur markmannin í vandræði. Markmaðurinn í einhverjum vandræðum hann það. Og það er innkast. Ásækið mig, Guðhjálpur. svo kvefaður hérna að það hálfa verið nóg. Ég er með 43 steg hita. Það skulle vera að hafa mig úti, þetta er eitt og sér hálfum. Það er skemmtileg hreyfingara. Og sett hann! Þetta er verið að skjóta á markið. Það sem ég skil ekki þarna er það, ok, gott og vel að skjóta ekki alltaf. En að skauta á hann og skora það. Hvernig skýtur hann í afturreikurinn? Ég veit það ekki, hann ætti að vera komin á bragðið. En svo er ekki. Sérðu þann þykka? Hann sko faðmar hliðalínuna hérna Hann heldur góðri breyt, sérðu, þetta er frábælega gert svo tekur hann hlaupið upp. upp. Sérðu, þetta er alveg ótrúlega vel gert hjá hann Elmari. Herðu, frábær sending inn í. Best geymda leyndamál Seyðisfjarðar er hérna okkar maður, Elmar.
Nei, heyrðu, hann er Heyrðu. stunga í gegn og Fúfúra er komin eitt í gegn. Hvað Nei, gerir hann? Hann þetta er tekur Levo lélega Touch. stertingu og hann tekur hann og hann setur hann í markið. Þvílíkt mark! Elton, Renato, Livramento, Barros. Setur hann. Þetta kom upp úr engu. Frábær sending. Pældi, þetta kom upp úr engu. Þetta kom fyrir einhver Aron með hreinsun frekar en ég segi sendingu. Þetta er alltaf daginn sending. Þetta var frábær stungusending hjá Aroni. Og eins og í þið gegn. heyrist, þá er hljóðkerfi sett á stað og það er alltaf trillast hérna ásöldum. Þið sjáu það bara í stungunni. Það trillist gjössamlega allt. Á meðan suðið er hætt í hunarsflögunum upp í stuku. Já. Þeir alveg steinrótuðust þannig við þetta. Þetta er áfall fyrir Þeir eru átt að sjá því, þeir eru ekkert að keyra úr Garðabænum, þeir eru að koma frá Seyðisfirði, Já. þeir búast við meiru. Já. Þetta er bara, þetta er 700-800 kílómetra Já, akstur sko. akstur sko. Ha. Og Fram og tilbaka er að þeir geta huggað sig við það að það er hérna Og Haukar hafa skorað annað rosalegasti mark og pulsuvagn það er Íslands ekki er hérna á bara bílaplaninu, í þeir geta þetta huggað sig er með einni bara pulur eftir leik. Eins og En það er heyri, alltaf- hlustiði, Já. hlustiði, ég heyri allir sjálfur með, það er svo brjálað læti hérna. Stemningin er alveg hauka með núna. Ég heyri ekki sjálfur mér hugsa hérna, Nei. það er alltaf að fara á endan. Það er alveg gjössamlega. Maggi, laus. Maggi setur hann fram. Og þar Gunnar, Gunnar keyrir undir, þetta er bara hárið, þetta er aukastundna. Elmar var með boltan þarna en... Gunni lyftur upp hendinni. Já, hann veit upp þessu sökina. Hann var að heilsa einhverju vini sínum held ég hérna hægra megin. Hann heilsaði á hann. Já. Elmar eitthvað slappur í bakkinu til þess að byltu. Sko, ég óska nú engum það að meiðast, en það væri góða frétti fyrir Haukana ef Elmar myndi bara fara út af. Hann er búinn að vera þeirra Hann besti er búinn að vera þeirra langbesti maður. Virkilega öruggur á boltan og búinn að vera frábæra fyrirgjafir. Eins og Imrið þarna upp og niður vanginn. Það er nú flottar hreyfingar í þessu nummer 9, það maður það líka. Johnny P. Já, herri, nú er Alexander komin út úr vörninni. Reynda komin úr spil, gekk ekki. Já, fallið, sparkarna. Og Aran kæst fyrir þetta, vel gert. Við erum með sérfræðingi settun hérna. Hann er komin til okkar hérna Árni Hjörvar Hilmarsson. Gamalt legend hérna úr Haukaliðinu. Já, búinn að þjálfa þessa stráka alla, Árni. Hvernig finnst þér að sjá þína menn sem að þú hefur þjálfað frá 5 ára aldri bara blómstærinn á vellinum í dag? Það er bara svakalega gaman. Það er heiður. Það er svakalega gaman, segir hann. Og mikil heiður. með þér, þú. Ég er ekki svo einum sem þjálfa á, þannig að bara svo það sé á hreinu. Já, þú átt stærstan þáttinn samt í, Já. þú varst með þessum mótunar árum, 13, 14, Já. það sér að taka út svona Það er ekki- þroska sem kransbundumenn. Það er ekki alveg rétt. Það er nánast Þegar frá þú horfir á 95% leikinn, þá kannski, myndi ég hugsað segja. þú með þér, þetta bjó ég til. Þú hugsað það með þér, þú horfir á Þetta er leikinn. mín sköpun. Já. Færðu eitthvað svona guðlega, svona, hvernig er þetta? Hvernig er þessi tilfinning? Og sérðu, Nei, heyrðu, Það er gaman að þessu öllu. það er gaman að þessu öllu. þið líður eins og nýfættum Krist, Árni, þú horfir hérna að stráka. Hann er hóvær á nafni, Já, en hann hefur unnið frábært starf hérna á. algjörlega frábært. Á Var nú mikinn þátt í þessu liði sem er hérna að spila í Já, dag. hann á mikið hrós skilið þessi strákur sko. Já, Og er ungur á aldri, og ungur aldrei, þetta er einn efnilegasti þjálfari landsins. það vill ég meina. Sko, ef að Árni verður ekki búinn að taka við U19 landsliðinu eftir 3 ár, þá er eitthvað mikið á Íslandi. Já, ég er alveg saman að þessu. En það er ekki, þeir reyna mikið að finna Elton. Já, Í hann höfuð. er stór og stæðilegur. Finna Elmar, alltaf finna Elmar. Beint á Elmar, beint á Já, Elmar. Hreinsum.is. Nei, segir svona. Sindri með hann fram aftur, Daniel leggur hann tilbaka, það er Elton. Setur hann fallega að spila og Sindri Jæja, sendinguna, þetta endar að haukamenni. Jæja, jæja, fínt að skjóta. fínt að ná skotinu. Ánægð með það. En hvað hérna, það er nú einhver hérna í liði Huginn sem er fæddur 2000. Hver er það? Veistu það eitthvað? Það er Stefán Ómar Magnússon.
Hann er á bekknum. Hann er á bekknum. Já, ég hef viljað sjá hann byrja hann að leik. Ég líka. En ég ætla að vona að við sjáum hann eitthvað inn á vellinum í dag. Já. Virkilega emlugur drengur. Maður hefur heyrt góða sögur. Já. Þessum unga Það berast allarleið hingað suður. sem er kallaði best geymda lindamál Seyðisfjarðar fyrir utan Elmar. Já. Í rauninni. Það er hann Og kallaði. kæmir ekkert óvart að það verður skildir á einhvern nátt. Nei, sjálfsögum. Ekki sko. Þannig að Rúnar gerir þetta vel, kemur hann yfir að... Herri, þetta er... Jæja, hann Hjalti hleytur þetta. Hann er ekki búinn að flauta alveg nóg mikið í dag, Hjalti. Hann má stoppa þetta aðeins meira. Hann er ekki... Tefja leikinn aðeins það er frekar. ekki- Ég væri til í það. Hann er að leyfa... Nei, heyrðu. Svona gerist. Þetta gerist fyrir bestu Já, menn. hann leifir Hann er svoleiðis. hann leifir leiknum allt of mikið að fljóta Já. og ganga. Já. Við viljum sjá stoppa leikinn, Já. drepa tempóið. Við viljum sjá hægan en öruga knattspinnu. Já. Ég er alveg sammála því. Þess vegna var alltaf að kalla eftir rángstöðunum á þann. Fleiri ránstöður, meiri svona Já. menni að vera að kvinka sér oftar, stöðva leikinn. Já, einmitt. Ég er sammála þessu. Annars þeir Þetta er þreyta sig annars- bara. Já. Þeir Það verða... eru Viliðsinn Þeir næra að komast aftur fyrir að... Amblasó. En ég að segja, þetta er... Ég get trú að ef leikurinn spila svona áfram út fyrirháleikinn, Já. þá kom menn bara dauðþreyttir inn í hann setni. Já. Það verður að hægja á tempóinu þess. Já. Og það er eiginlega hlutur dómara Sérðu, það er hérna ein hunásflug upp í stúku sem er ekki búin að gefast upp, sérðu. Hann grípur boltan hann hann kom og ekki- heyrðu, já, hann er hress. Já, og hann fleir hún inn á og segir, gjörðu þið svo vel, strákar. Hann keyrði ekki 800 km til þess að fara í fílu, saman hvernig niðurstaðan yrði. Nei. Og málega það heyrist meira, og ég held jafnvel að séu fleiri Hunangsflugur. fleiri hunásflugur heldur en haukar upp í stúku. Já. Það var bara hræðilegt. Ég kalla því, í seinni hálfleik, Já. þá vil ég sjá fulla stúku. Já. Það streymi hér inn Ég vil sjá menn í hálfleik. Það eru fallegu bolti hérna upp í hotnið, nær hann þessu. Já. Nei, heyrðu, hann fer illa með Sindra, hann er glæsilega gert. Heyrðu, þetta er uss. Er þetta hann Marko? Var þetta Marko Nikolic? Mér sýnist það. Já, hann kallar á hann. Brynjar kallar á hann. Þjálfarinn segir Marko. Segir Marko. Og bendir hann og segir, við eigum hotspinnu. Þannig að hann segir, Marko, hann segir, kallar hann Marko og segir, Marko minn, það er hotspinna núna. Vel unnið á þjálfarinn. Hann heimtaði hotnið og fekk hotnið. Og hver spinnu sérfræðingurinn? Þetta er Marko. Frábær bolti inn í. Geggjuður bolti. Já. Gulli setur hann þarna á. Nei, heyrðu, Sindri rennur á bossan maður. Daniel nær þessu rosalega duglegur, hann bara hlaupa mikið í dag, Daniel. Hann er duglegur strákur. Mjög duglegur strákur. Þetta er brot. Hjalti vill ekki dæma á þetta. Hann greipar í buxnastrenginn, Hjalti, hann var ekkert að kippa sig Nei, upp þetta. Elmar, Ívan fór hann í boltan og trublaði Elmar aðeins. Sér, hann er súr og svip. missti hann. Út af, hann Brynjar, Já, þjálfari. Já. Hann segir, hei, bendir hérna á völlin. Nei, heyrðu. Æ! Þannig var hann heppur að vera Beint í með magann á hendina fyrir Rúnari. maður. Já. Þetta hefði getað farið illa. Fallegur snúningur á boltanum hann á honum alla. Ég meina þetta er fallegt fyrir og sérðu útsýni sem við höfum. Sjáðu Já. Ásfjalli hérna maður og Ásvelli gnæfi hér yfir. fallegur, næstu fallegur bolti, en það var áts. Já. Gulli kæst fyrir framann og skalla boltan frá. Hann er á Blasso. Hann er búinn að vera sterkur eftir að hann kom inn á. Búinn að vera mikið í boltanum. Já. Ívan er, nei, heyrðu. Hvernig hérna hefur hugunum, Hann heimta spjald. Hann heimta spjald af þetta. hvernig hefur Ívan. huga á strákunum gengið í deildinu til þessa? Ég er bara... Huginn. Svo við förum nú að sé við það. Já. Byrjar að vinna fyrsta leikinn í deildinni gegn Fjarðabyggð Já. í sannkölluðu nágrannaslag. Það er mjög heppilegt held til ég að fá Fjarðabyggð í fyrstu umferð af því að þeir fara að hrúa inn leikmennum alltaf svona í Þetta er annarri frábæra þriðju gæti umferð. Magnúsi og
Tötsisveikan, býtu, snúningur. Daniel kemst fyrir, frábærlega gert Daniel. Líkur leikmaður. Já, en Huginn hefur tapað svo 3 leikjum í röð núna eftir Já. að hafa unnið hann fyrsta. Og erum með 3 stig. Og eru með 3 stig í 10. sæti, Haukar með 4 stig í 9. Já. Fúfanú. Þannig að þetta er sannkallað 6 stiga leikur. Amen fyrir því, gamli. Þar hann setur hann tilbaka á Magnús. Já, hann leysir þetta, já, hann setur hann í innkast. Já, Það er fínt. Hann var kominn út úr markinu. Mjög örugt hjá honum. Boltasækjarnir er á hælunum hérna. Þetta er dabur leikur á boltasækjarnum í dag. Þeir eru ekki á tónum að sækja þessa bolta sem fara út af. Nei. Það er sorglegt að sjá þetta. Herru, hann kíks á boltan. Fær hann í hendina og vinnur hann aftur. Þá er hann Marko. Baneitar hann á vinstri í vangnum. Marko Pavlov. Kemst upp að endamörkum. Og fiskar, hann reynir að fiska. Nei, hann heldur hann minna. Virkilega lungi leikmaður. Já. En þarna sko, ef ég hef verið Marko Polo, þá... Og það er... Hörru, frábærlega varið hjá Magnúsi. Sástu hvað þetta var fallegt? Það var glæsilegt. Sástu hvað þetta var yfirvegað og fallegt? Hann sippaði sig bara niður á hnén. Þetta var bjútari. Sá nú ekki hver átti skotið þarna. Jú, þetta var hérna... Hvort það verið Jonathan P. Hann er rosalega flottur, já. Þetta var Jonathan P. Já. Það er góður gæði, sko. Hann er öflugur. Já. Sterkur leikmaður. Alejandro Lama. Já. Þetta eru svolítið, sko, mammas hefur verið Breti og pappans Spánverði, sko. Ég ætla að segja að pappans hann hefur verið Breti. Jonathan P. Alejandro Lama. Ég ætla að segja að hann hefur verið á Perú. Já, það. Já, svona Lama nafnið, hvort það sé eitthvað sko. Elmar segir bara, herðu, þeir eru að rífast. Elmar og Ívan Eduardo. Já, ég er ekki búinn að ánægja með Ívan í þessu leik. Og Elmar segir við Brynjar þjálfara, hann segir við hann, úta með hann ef hann ætlar að rífa svona kjátt. Já, ég er ánægð með Elmar hérna. Já. Það má ekki, já, hann öskar sína menn áfram. Já, og ég er þetta ánægð með, sko, það er þjálfarefni í þessu strák. Já, 100% það segir hann. Hann segir upp með fjörið, sagði. Já, upp með fjörið, strákar. Og það segir líka bara, sko, þú verður að vera með þykka hreðja til þess að þú eru að segja við þjálfaraðinn, úta með mannin en ætla að rífa svona kjátt. Já. Þetta er bara Elmar, þetta er alvöru leikmaður. Þetta er Seyðisfjarðar blóðið líka. Já, algjörlega. Algjört austfjarða tröll. Hann er ekki bara tröll að burðum, heldur hann líka bara andlegt tröll. Já. Hann er mikið andlegt tröll, hann hérna, King Elmar. Já. Sérðu, hann er ekki hann er að tuska stígunum fúfúra, sérðu, frábærlega stígur út hann, þetta er frábærlega gert hjá hann Elmari. Það er alveg urun að fá að fylgjast með strákinni fyrir Sérðu, gleymdi, sko, mér finnst leiðilegt að segja, gleymdi að Gunnar Haukur var að taka henni bóta. Þegar með Elmar í bakinu, það er bara rosa erfitt. Aran með hann langan yfir hérna, ekki nógu góðan samt. Og Lúka ekki satt með þetta, sko. Nei. Hann sagði við Aran, á Hauk strax. Já, hann sparkaði samt ekki á Hauk. Hann endur tók þetta 11 sinnum og svo sparkaði hann fram. Brot. Þetta er brot. Þarna stoppar hann leikinn. Þetta er vel gert hjá honum. Já, hægja hans á þessu. Já. Við viljum ekki of hátt tempo henni fyrir í dag. Nei, það er heitt úti og sól. Það er mikill raki hérna, sko. Menn gætu bara enda upp á spítala ef þetta tempo á að halda svona. Sér að menn voru hérna í vasspásu áðan. Já. Það gæti bara hætta jafnvel bara á vökvaskort og mikið vökvatap í þessum hitta, sko. Já, Alexander er að koma sér fyrir og dundrar hann upp í Ásfjall. Þessi er týndur. Í móttaka Daniel hérna mættu frá hann á hann. Misti Marko boltan. Arnar skall hana fram. Blasú. Hann finnur eini, Gulli er mættur hana fram hann á hann. Herru, Alejandro Lama hana. Sparkar í móteri á og þá sendir hann strax inn fyrir. Búm! Sástu.
Já, Hann ætlaði að sprengja tuðruna á hann var grimmur á svipinn. Viðvörðurinn það sparkaði frá hann. Niður á Magga. ekki alveg nógu spilna á Magga, Jú, beint á en Danna. beint á Daniel sem að flikkar hann áfram. Beint á Daniel. Herðu, Þarna herðu, kemst herðu, hann. misskilningur. Já, missir hann of langt frá sér. Þeir vinna vel saman, strákarnir. Gunnlaugur nær að hreinsa þessu. Bæt oft upp fyrir mistök hvor annars. Já, Og þetta er bræðralagið sem við kölluðum eftir. það er þarna nákvæmlega þarna. En mér langar að sjá mér langar að sjá meiri laumugang. Já, þú ert búin að kalla eftir því, við höfum ekki fengið meiri laumugang líkt og kallaðir eftir. Heyrðu, finna Elmar. Frábæra, heyrðu, þetta var góð hugsun hjá Elmari. Fann Ívan næstu þarna í lappir. Reyndar, því í pæliði, þá er nú hægt að segja það að Elmar sé búin að vera að laumast aðeins upp en að hæra mig. Reyndar. Hann faðmar línun alveg Já. og bara laumast, menn Já, takk ekki eftir honum. Nei. Og svo áður hún veist það, þá er hún komin henn upp. Hann var komin í stórhættulega stöðu hann á Herru, og Arnar heyrði hann frákastið og niður og Aron. Einna snertingabolti hann á haugunum. En Ívan kemst fyrir þetta. Ívan og Elmar er ekki vinir, sjáðu, hann vildi ekki gefa á Elmar. Það er eitthvað styrt á milli þeirra. Nei, heyrðu. Aron keyrir Rúnar Frey hann niður. Sem er ekki ánægður með þessa byltu. Mér langar sko, hann Brynjar Skúlason þjálfarinn, tekur sér svo vel út í hásokkunum hérna á hliðarlínunni. Já. Mér gíslar að sjá hann þjálfarinn inn á. Já, það hafa einhverju stúri sem er verið að kalla eftir því að Brynjar skipti sér hreinlega inn á. Já. En ég veit ekki hvort að það sé í boði. Hluti af fótboltaleik, sko, þú vilt geta komið hinu liðinu svolítið óvart með uppstillingu og leikplan og annað. Hvað myndi koma Haukunum meiri opna skjöldu? Frábær sending hjá Elmari. Brynjar myndi setja sjálfa sig inn á. Já, Hvað segirðu? þeir að finna vel svæðin hann fyrir aftan vörnina. Þetta fer að vera hættulegra og hættulegra. Hjá, hérna, Já, þeir að finna mjög vel svæðin hann fyrir aftan bakverðinu á haugunum. já, mér finnst Og þar er Elmar í lykilhlutverki. Mér finnst þeir vera Bæði að senda nú og taka hlaupinu upp. Já, já. Og þeir eru að Frábælega koma gert hjá nær og Fúfúra nær. en missi boltan. Pressan er há á Haukunum núna. Ívar, Missir nú sending. sending. Nei, heyrðu. Herru, Spasic hana. hvernig touch? Hann er að komast fyrir þetta. Hann Orri Sveinn Hann Stefánsson. Það er Orri Sveinn. Sko, þetta er íslenska nafnið, Já. Orri Sveinn. Já. Þessi er sko, Þessi er ættaður úr dalnum. Já. Alinn upp á skýri og harfisk. Það er hárrétt. Það minnir, þetta er leikmaður sem spilar í sko, hann spilar ekki í glansskóm, hann Orri Sveinn. Nei. Hann myndi sko, og það truflar hann ekkert. Hann myndi mæta henni inn á völlin í gúmmítúttunum ef þessi... Já. Vel gert þarna hjá Alessandro. Setur upp í hotni en þar er enginn nema Alexander Freyr. Ég kalla eftir því að Haukar hennilega kaupa hann Alejandro í glugganum. Ég kalli eftir að kaupa hann Elmar. Það er það sem ég vil sjá. Ég reyna að vera raunsær. Við Já, eigum reyndar ekki rétt. peningar í heiminum til þess að fá hann frá Seyðisfirði. Já, það er líka bara þetta Seyðisfjarðar hjarta. Já. Ég held að hann fær ekkert frá þessu liði. Fallega spila hana. Nei, heyrðu, það er frábælega gert. Nær að halda þessum inn á. Lama setur hún út. Þetta er fallega að spila hjá þeim, en Sindri vel gert hjá Sindri. Nær að komast fyrir þetta. Það eru nú bara fáeinar mínútur eftir að fyrir áleik. Nei, heyrðu, þversending, það er ekki... Æjæjæjæjæjæjæj. Svipa ánum. Og þarna er Arnar komin í gegn, flottur. og hvað gerir hann? Svo hann bara að skjóta. Akkur sko vippa ánum ekki. Þannig að hann geta laumað ánum yfir markmannin. Hann var framilega í markinu. Já, þú ert búin að vera að kalla eftir svona frá 20. mínútu. Ég er þá verið laumugang hana og þarna var kjörið tækifæri til þess að sópa hann með í markmann. Hann var komin allt og framilega. Já. Sko. Ég hef verið til að fá einn Nolito hérna daginn, sástu hann eða? Nei. Hann sá lauma ánum að þér. Fyrsta. Já, vel gert. Setur hann á fjærstöngina. En var það Elmar sem var? Nei, heyrðu. Nei, Elmar er mættur hann taka frákastið. Reyns hann upp. Afsíkmóð. Guð hjálpi þér. Guð blessi mig, ég og allt það.
Nú fer hann Hjalti að fara flutt til hálfleiks. En hann leyfið þeim að komast í eina sókn. Jamie ekki búinn á ábyrgð í leiknum en það Lama. Heyrðu, hann fer glæsilega fram á Magnús shit. Ándjóks, ég held að þessi væri inni sko. Ég held að þessi var inni. Þetta var ruddalega vel gert, þessi gaur ruddalega góður, það bara hannig. Þetta ekki ruttalega sammála með P. það? Lama. Nei, Jonathan P. Alessandro Lama fyrir geðu. Ekki Jonathan, á blaðan okkar stendur Jonathan. Jonathan. Er það málið? Það J-H-N, það getur ekki verið. Jonathan P. Alejandro Lama. Þetta var rosalega... Það var frábælega gert og þá flautar Hjalti Þór það hefði nú verið til gott fyrir hálfleiks. strákarna frá Seyðisfirði að Hunangsflugunar að setja Það hefði verið virkilega sterkt ef við fengið eitt markinn í leiklið en það En sterkt fyrir Haukum, náðist þið voru ekki. heppnir 2-0 þarna. fyrir Hauka í hálfleik og við tökum okkur smá hlé. Já.
fullkomnar aðstæður til fótboltaiðkunar, ef maður segja svo leiðis. Íða grænn völlur og renni sléttur, léttskýjað, Nýstegi gras. logn og 15 gráður. Þetta gæti ekki verið betra. Eins og segir, já. Ef þeir eru ný í fótbolta, þá er vennin svo að liðin skipta vallarhelminga í hálfleik. Og eins og við sjáum núna, þá hafa haugarnir fest yfir á hinn helming vallarins. Hvað finnst þér um þetta, Hilmar? Finnst þér þetta... Mér finnst þetta er eitt af þessu reglum sem ég breyta í knattspyrnunni. Taka það bara út. Mér finnst bara að núna lifum við á tímum þar sem að bara svona tjáningafrelsi er mjög mikilvægt. Mér finnst að liðin eigi bara geta fengið að spila á þeim vallarhelming sem þeim langar til. Já. Sammála þeir? Já. Ég vil að skipta mig um leik ef það svo ber við. Spila bara þeim helming sem þú vil spila á. Alessandro vill fá boltan. Fær hann ekki. Les þetta svo opna bók. Það er hann fyrirliðinn Birkir Pálsson með innkastið. Eini leikmaður Hugins held ég með úrvalsdeildarreynslu. Jaha, fyrir hvað hann spilaði? Hann spilaði með Þrótti Reykjavík hérna fyrir á öldinni. Já. Frábær sending hérna á Gunnar. Þá er hann Æjæjæjæj. líklega eini leikmaðurinn inn á völlin sem spilaði fyrir úrvalsdeild. Kannski Haukur Ásberg, hefur hann ekki spilað? Jú, Aron Jóhannsson. Spilaði hann með ykkur Haukunum hérna? Hann spilaði hérna, hann á eitt leik í úrvalsdeild 2010. Þegar þið skýtið á okkur og fjallið Einmitt. með flott lið. Já. Hvernig, þú hefur nú ekki komið fram opinberlega og útskýrt þetta ástæðan fyrir fjallið. Nei. Hvernig stóð á því eiginlega? Sko máli var eiginlega að við náðum aldrei að velja vallarhelming í byrjun leiks. Já. Ekki einu leik. Er það ekki? Aldrei. Og ég vil svolítið meina að þetta hafi verið Þetta er einmitt Svona- það sem ég er, nú erum við komin aftur á rót vandans. Það er þessi nákvæmlega vallarhelmingar. það. Þú átt bara að spila á þeim helming Já. sem þú vilt spila á. Já. Og við fengum ekki að velja það. Þannig ég held að það hafi svolítið allavega átt stóran þátt í því að Já. ekki fór betur en gerði. Ég meina að þú horfir og liðið tilbaka. Já. Þau voru með Sam Hjússon sem var bara núna daginn valinn leikmaður ársins hjá... Sam Mantom. Hvað sagði ég? Sam Hjússon. Allavega. Voru ekki með hann líka? Hann var ekki hana. Ég meina Sam Mantom er núna bara að spila í Championship-deildinni. Því Nei. líku leikmaður, það er League One skilur við. League One, já. En, Það er bara já, maðurinn það sko. já. En hann var náttúrulega 16 ára hann samt. En, Nei, hann var ekki 16 ára. jú, hann var 16 ára. Já. Ríkilega var hann góður maður. Já. Hann fættu 94. Í alvörinni. Já. Ha? Já. Lígu því. Nei. Jæja. Öfluguleikmaður. Guðjón Pétur Lýðsson. Já. Hilmarni 3. Já. Jonni B. Jónas Bjarnason. Það er náttúrulega má ekki gleyma þeim manni. Nei. Svo erum Það við var Guðmund náttúrulega Viðar Meti. Ég meina Já. maðurinn er vinur á Zlatan. Pældi því hvað hann er góður. Já, þetta var skita. En aftur að þessu leik. Þetta eru gamli tíma. Nú erum við í Þetta er nútíðinni. nú er nýja kynslóðin hérna Haukunum að koma upp. Og það má Margir aldrei gleyma því spennandi að leikmenn. þetta eru strákarnir sem að tóku dollunni í fjórðaflokki. Það má ekki Það gleyma við því. megum ekki gleyma því. Þetta eru Íslandsmeistari fjórflokki. 94 árgangurinn. Þeir tóku En- dolluna í fjórða maður Og svo má ekki gleyma því að sko hérna eru nokkur gull árgangi Seyðisfjarðar líka. Já. 93 árgangurinn. Já. Sá við frægi. Og hvaða leikmenn eru það svona heldur á blæði? Já, ég held að séu hérna Rúnar og Ingólfur og svo Orri Sveinn líka. Ég held að séu þessi þrír sem eru á þessum gull árgangi. Ein Hugins. spurning Hilmar, þú ert nú fróðu maður, veist ég mitt þetta. Hvað búa margir á Seyðisfirði, getur þú sagt með það? Það er svona 700 manns. Er ekki fleiri? Nei, ég held að það séu ykkur 700. Án þess að ég lofi neinu. Þetta er bara svona ágiskunni mér. Er einhver svona... En Seyðisfjörður virkilega fallur. Og ég er að Já, vorkinn en ekki svolítið að koma. Það er yfir 20 hitti þar núna. Já, ha. Þannig ég veit ekki alveg hvað menn eru að fjölmenna hinga sko. Sumarinn sko, Já, fyrir þetta er- austan já. eru bara eins og... Costa del Seyðisfjörður eru þetta oft kallað. Bara svo Það miðja er- Evrópu, það er geggjað. Já.
Þetta bara svo verið norðaverði í Ítalíu. Já. Þetta oft svipað. Og líka svo fallegt bæjarstæði þarna. Bjólfur blasir þarna. Og guð, ekki minnast á Já, hana, sko. alveg til gull fallegt bæjarstæði. Ég fæ bara vatn í munni þú þarf að tala bæjarstæði. Já, fjöllin allt kring. Rosalega fallegt. Alveg bara. Já, við hvetjum alla áhörfundur að Skella sér til Seyðisfjarðar. skella sér austur og svona kynna mikið listastarfsemi hann í gangi. Já, Það í sumar austur. já, fara að kíkja og vera hann í nokkra daga og Ég hef verið svolítið á Eskifirði, sko. Sem nú Já. ekkert, sem skammt frá, sko. já, svona. Þannig að ég sippaði mér yfir til Seyðisfjarðar einstaklega sinnum og Já, það er mjög gaman. já, Bæjarstæðið er náttúrulega bara alveg gullfallegt. Það var Alejandro Lama. Stefán til vinstri. Þetta er ekki nógu fyrirgjöf. Þetta er ekki nógu Það fyrirgjöf. er alltaf hægt að kalla það fyrirgjöf, en ég er mér reynda mjög ánægð með það. Ég held að hann hafi reynt skotið. Gæti verið. Þeir hafa líklega rætt þetta í hálfleik, Já. leikmenn Hugins, að, Og það er Lukas segir. Þið verðið að taka á. já, herru, það er skipting. Herru, já. Nú er ekki mikið búið af seinni hálfleiknum, en þeir skipta strax. Já. Og Það þeir hlýtur að vita vera ekki eitthvað hver er hnjast. Hver er þetta? Haukur? Er hann Haukur Ásberg. Fyrir út af. Haukur Ásberg. Haukur Ásberg fyrir út af og inn á kemur engin annar en Haukur Björnsson. Haukur fyrir Hauk í Haukum. Já. Og er nýkominn frá Bandaríkjunum þar sem hann leikur knattspyrnu með Houston Dynamos. Atvinnumannasamningi. En sjá þetta, beint í boltan. Og það vita ekki margir, en það er Haukarnir hafa gert það svona markmið sínu, hafa alltaf einn Hauk inn á. Já. Þannig að þetta er eiginlega eina skiptingi sem kemur til greina ef hann Haukur Ásberg á að Það er fóta. eitt af filosofíunum sem er í gangi hérna í Haukum núna. Það byggja þetta ungum leikmönnum Já, og hafa einhvern Hauk inn á Já. vellinu. já. Það er bara betra. Að vera með þetta Hauka hjarta er svo mikilvægt þegar maður er í þessum bardaga inn á vellinum. Þess lögðu þeir mikið upp úr því að fá Hauk Ásberg Já. á Val Já. til þess að geta róterað hinum Hauka þess. Svo Já. þurfi ekki að spila allar 90 Já, mínútur. ég segi því, hann er líka búinn að vera úti, Já. búinn að vera í tímabili þar. Og hann hefur nú verið þekktur fyrir að meiðast, hann Haukur Björnsson. Hann er búinn að vera, hefur glímt við meiðsli. Já. Ég fer að kalla bara fljóta eftir skiptugi á Lord Seyðisfirði aftur. Já, Mér það er langar spurning. að sjá Friðjón Gunnlaugsson koma inn á. Friðjón Gunnar, virkilega reynslu mikill leikmaður. Frábær leikmaður. Frábær leikmaður. Herru, þetta er skemmtilega gert hjá honum Blasó. Kloppi hana. Kloppi. Þeir fara vel með boltan, strákarnir. Já, Friðjón er virkilega skemmtilega leikmaður. Búinn að vera hérna hjá Huginn bara, ég veit ekki síðan hvenar. Bara einhvern tímann fyrir aldamót. Þetta er... Og búinn að spila fyrir liðið í Hann hefur öllum. einungis yfirgefið öllum Seyðisfjörð í keppnisferðum Já, sem þessum. já, Annars er hann mjög trúr bæjarstæðinu, Já. bæjarhlaðinu hann að hlustan. já. Það eru vel inni á Býra á Ránagötunni mitt. Æ, hann fer Seyðisfirði. fram úr sér hana. Já, og svo bara vil ég sjá hann Hauk skjóta. Já. Þetta er fyrir varnarmann og hot. Korner. Þeir hafa sagt Hauki að skjóta. Já. Og hann er að koma með þau skilaboð inn á völlin. Skjóta. Hann talaði við leikmennin sína Já. og gefið skilbúð. Ég heyrði aðeins í minni klefa á hann, Lúka Já, þú fóst inn í klefaðan. Ég var að hlera inn í klefa og það sem að ég heyrði uppleggi fyrir seinni hálfleikinn. Já, Hann sagði, strákar, skorum fleiri mörk heldur en þeir og þá vinnum við leikinn. já, Og því voru allir sammála. það er mitt. Það er mitt, ég mitt stóð fyrir utan klefan hjá Huginn Já, og þar heyrði ég ræðin hans Brynjas, já, mikil eldræða já, og hann sagði, strákar, gerið þið eins og Elmar. já. Þetta var svona svolítið skilabóðin sem hann gaf strákunum sínum. Keep calm and pass to Elmar. Já. Og það hefur ekki verið að Nei, ég meina hann er bara Ganga í seinni hálfleik. Týndur í seinni hálfleik, finnst mér sko. Já,
klálega maður fyrirhálfsins, Algjörlega. algjörlega, Tímanlaust. en það hefur ekki mikið borið á hann núna í seinni áleik. Hann segir sínum mönnum að bakka, hann getur kastað boltanum á Aran nefnilega. Hann getur teiknað hann alveg á tíkall. Búm! Og í rauninni Aran, gaman að geta að segja, hann var mun efnilegri í hérna... Herðu! Hvað gerir dómarinn? Stór ákvörðun, nei, hann gefur gult spjald. Þetta er svo pirrandi, menn akkur... Ég svo var að fara út af! Stór ákvörðun hjá hann í Við Hjalta. sjá þennan, senda hann aftur upp á Seyðisfjörð og það undir eins. Hann hefur metið þessi svo að þér hafi verið komnir þarna Já, fleiri leikmenn í að það bakka hann upp. En þetta var bara svo grottarleg tekling líka. Þú Jú, veist, jú. ég vil meina það að þetta hefur verið gult fyrir sko, hérna hann var svona hálfparti komin inn fyrir og gult fyrir broti sjálft líka. Þetta er bara Þetta gefur rauninni bara 2 gul. Já. Í stæð fyrir að gefa hann bara beint rautt. Ég hef gefið hann 2 gul hafa. Já. Ég verð á sammála Hjalta. Mér finnst það vel gert hjá honum. Gult spjald og allir kátir. Núna er það Aron Jó. Honum leiðist þessi stað ekki. Nei. Hann er þekktur fyrir góður... Nei, heyrðu, það fer eitthvað leikkerfi í gang. Herru. Þeir gefa hann á auðvitað á Gunnar. Hann á að skjóta. Nei. Það er sjálfsmark. Nei, hvað það? Aron Jónsson með skot sem fer að varnamanni. Ég sá ekki alveg hvað gerist. En heyriði lætin á vellinum. Það er algjörlega brjálað á vellinum. Hlustið, það er alltaf að fara á liðinu hérna á Sekkarvellinum í Hafnarfirði. Veitu, það kom eitthvað hyggst og svo hætti allir skyndilega. Já. En þetta var... Aron Jónsson með skot sem fór í hvað varnamann. Já, eða einhvern haukara, ég sá þetta ekki alveg nógu vel. Ég held að hafa verið varnamann. En sérðu, beint sko Og á Atli- æfingasvæðinu, það er svo gaman að sjá Beint á æfingasvæðinu. Og Beint Lúka er á með tektu fyrir þetta. Já, Og hann Haukur er- að skora þriðja markið sitt og það var leikmaður hann með er 22, algjör Aron Jóhannsson. Knattspyrnu arkitekt. Já, satt. Og það er nefnilega máli með hann. Hann getur teiknað upp svo fallega knattspyrnu. En eitt sem að verður að vera í þessu, sem er mjög mikilvægt, er það að Aron Jó verið skráður fyrir markinu út af því að Já. knötturinn var á leiðinni á markið Einmitt. þegar einhver snerting kemur á Já. hann. Þannig að þetta er ekki sjálfsmark. Nei, þetta er markið hans Arons. Nefn einhver haukar hefur snert hann, ég bara Já. sá það ekki. Ég held ekki, ég held að það hafi verið varnarmaður. Já. Það þarf eitthvað mikið að gerast hjá huginn ef að... Ef að þeir ætla að snúa þessu við. Já. Það sem ég er að segja, sko. Cirka 15 mínútur búnir að seinni hálfleik hérna, eða hvað? Já, svona já, kannski tæplega 15 og 3-0 fyrir Haukum. Haukar eru virkilega sterkir á heimavöllinum. Þeir hafa ekki tapað mörgum leikjum hérna síðustu árin. Þetta er annar leikur þeirra núna í deildina heimavölli og fyrri leikurinn á sigruðu Haukar KM-menn 4-1. Ættu að meina þetta? Ættu að meina þetta? Ég er að meina þetta í stórgóðan knattspyrnuleik. En svo hafa þær einhvers fengið 1 stig af 3 Herru, útivelli. sérðu, hann hleypur fyrir hann, maður. Þetta hélt ekki að flauta á þetta. Hann heldur fyrir andlitið, þá á hann að stoppa leikinn. Nei, bara ef hann metur að þetta sé... Já, andlitið, það er andlit. Já, Ef það er höfuð. Hann heldur fyrir höfuðið, þá á hann að stoppa leikinn. Sérðu, maður. Gaurið, það var, sko, ég vil meina að það hafi verið smá ásetningur í þessu hann hjá varnamanni. Hann, sko... Já, þetta var hann sér hann og hleypur á hann. Já, hann hleypur fyrir hann og hann lyfti... Sem er vissulega klókur varnarleikur að mörgu leyti. Þú sér að hann er ekki aukaspyrna. Nei. En kannski lúalegt, sem ég vil að meina það, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að dæmi það hér. Málið það... Dómarinn tekur ákvörðun og hann ákvaða að þetta væri ekki brot. Nú vil ég meina, sko, allt bræðralag hafa farið út gluggan hana. Já. Þetta var slóttur. Já, þetta var lauma. Þetta var lauma. En bræðralagið er farið út gluggan. Já, hugsaðlega, Aran skokkar niður völlin. Hann er að fá einhver, hann vill fá vatn. Hann er þyrstur. Ég ætlaði að segja hann Aran, hann er með rosalega kasthendur. Já. Langar hendur og virkilega liður í öxlunum. Hann getur kasta boltanum örugglega alveg 40-50 metra. Er það málið? Já.
og þess vegna, Hann átt að fara í sleggjuna, strákurinn. já, hann var virkilega öflugur pílukastari hérna, Aha. bara fyrri, já, hann var að velja milli, knattspyrnu eða pílukast. Og Hann ákvað knattspyrnuna því að samkeppnin er svo gríðarlega hörð í pílunni. Það Já, er það er rosalega erfitt, já. mjög erfitt að komast að í pílunni. já, það er bara svo mikið klíka í pílunni, sko. Það er aðalega það sem hann var ekki ánægð með. Já, píluklíkan. Pílu elítan. Já, og það er, og hann hérna sagði bara skilið í íþróttina, Já. sneri sér alfarið að knattspyrnu. Það er Arnar- aldrei að vita hversu langt hann hefði náð í pílunni. Aldrei að vita. Arnar að koma hann aftur inn á. Og mér sýnist huginn vera að undirbúa skiptingu. Herru, og það er Stefán Ómar Magnússon. Steppi góðspyrnunni eins og hann er kallaður. Já, Stebbi Goss. Eins og hann þekkist á Seyðisfirði. Og hann er fættur árið 2000, sérleikmaður. Er þessi guð fættur árið 2000? Já. Þú ert að grínast í mér, Nei. ekki? Hann vaksin er svo fertugu vörubílstjóri. Já, þetta er stæðilegu strákur, það er bara... Já. Er Alejandro? Nei, hver er að flóta? Hver er að fara út af? Það er spurning hvernig, herru, það er, nei, taka er hann, Það nei, finnst mér, heyrðu, það er hlýtur hann Alejandro. furðuleg skipting. Alejandro fyrir út af, Já. Jonathan og inn og kemur, hvað er þetta? Stefán Stefán Ómar Magnússon. 16 ára Það gammal. finnst mér nú skrítið samt að þið taki Alejandro út af. Hann er búinn að vera einna sprækastu fyrir utan hann Það Elmar. lítur að hafa verið eitthvað meðslatengt eða eitthvað svoleiðis, annars held ég að með fullri vinningu að Brynjar Skúla veit ekkert hvað hann er að gera. Við skulum ekki draga Brynjar í efa. Búinn að gera stórkostlega hluti með þetta Hugins lið og hróskili fyrir alla þá vinnu sem hann hefur lagt í þetta síðustu árin. Búinn að fara núna upp úr þriðju deildinni í þá fyrstu á 3 árum. Alveg stórkostlegur árangur. Það sjálfsögðu, þetta er Ég held að hann vilji fá meira hjarta inn í liðið. Þetta er ég náttúrulega bara að grína. Já, ég veit það nú, en hann vil fá meira Seyðisfjarðar hjarta inn í Það er nú alveg þetta. klárt að það er einhver ástæða bak við þetta. Þegar Gunnar kominn í skotfæri, hann skýtur ekki Þetta er þvílík negla hana. ekki nægilega hlut með Rétt svo það. handsamar. Sérðu, Stefán er kominn í boltan. Já, hann fiskar um gest. Vel gert á Stefáni. Mjög vel gert á Stefáni. Láta Elmar taka þetta. Láta Elmar... Myndi vilja sjá Elmar taka þetta, jæja. Aran kemst fyrir þetta og setur hann upp. Nei, þeir komast fyrir þetta. Baróttu Andi kominn hann í hlaupin í Ívar. hverju Ívan. kallað þú eftir svona núna hérna í síðari hálfleik? Sjáðu hann Aran minkast, sjáðu því. Ja, hann er ekki að reyna á sig. Sérðu Renato! Þetta er þessi drengur. Ég Sést kalla það. eftir ég fekk ekki, nei heyrðu, frá Hverju? þvílík barátta. Sindri setur hann Arnar. Daniel tekur hann gerir það vel. Hverju kallar Já, eftir? ég kalla eftir ég fekk ekki rámstöðunum mínar áðan. Já, En það er eitthvað nýtt. nú kalla ég eftir mörkum frá nei, veistu hverju ég kalla eftir? Já. Ég veit það núna. Já. Ég kalla eftir Elmari. Já, þetta er ekki raskat. Hvað? Já, Það er dæmd aukvöldin á Huginn. Ég kalla eftir Elmar inn í hann leik aftur. Það er Hann er búinn að reyndar vera, flott. hann er ekki búinn að sjást núna í seinálunum. Það er reyndar flottu punktur. Og Það hérna, verður að segja. og ef að Huginn ætlar að eiga séns aftur inn í hann leik, þá þarf hann bara klálega að vera meirinn í spilinu. Já. En svo var það hvort ákjæðin hefði verið of mikil í fyrráleik. Dómar er ekki að stoppa leikin nægilega mikið. Og leikminn eru bara orðnir þreyttir. Stoppar að lítið sem ekkert. Leikminn eru bara orðnir þreyttir. Það er náttúrulega ekkert eðlilegt við það að vera að hlaupa í 90 mínútur. Nei. Já, það sem ég skil heldur ekki úr kraftbundina er hálfleikurinn. Þessi korters leikhlé, Já. þar sem að þú í rauninni situr og gerir ekki neitt og verður bara kaldur og stífnar upp og Já. þetta ætti frekar að vera bara svona kannski 2 5 mínútna hálfleikar. Já, góð. 3 var hálftími Já. og 2 5 mínútna hálfleikar. Það væri mjög skemmtilegt. Já. Það sem að ég held hins vegar, það sem ég myndi vilja sjá, svo væri meira svona, hérna, Brynja missir þessum á hliðalínni. Já. Svo væri meiri svona strategía í leikjum. Þá myndi ég vilja sko að hálfleikurinn væri 1 sólarhringur.
Þess að spila Já, fyrri hálfleikinn já, meinar. núna á laugardegi, Og seinni hálfleikurinn á sunnudegi. seinni hálfleikinn á sunnudagi kl. 2. Já. Þannig að þá færðu sko sólarhring til þess að setjast niður með þínum mönnum. Það er enda mjög skemmtileg pæling. Séðan þú endurskipuleggja leikinn, kryfja það sem hefur farið úr Já. skeiðs, því þú gerir það ekkert á korteri. Nei, þú gerir það ekkert á korteri. Stefán í boltanum er sterkur strákurinn. 16 ára gutti maður. Já. Fiskar innkast, frábærlega gert hjá honum. Það er skipting hjá Huginn. Nei, núna ertu alveg að heyrðu, fara með bíddu það. nú við. Hvað er að gerast? Hann er að taka Elmar út af. Þetta er bara atvik leiksins hingað til. Veitu hvað segir hann? Elmar er ekki ánæður. Nei, hann er ekki sáttur. Að sjálfsög ekki, maður. Þetta er furðuleg skipting, mjög furðuleg skipting á Brynjari. En Pétur Óskarsson er hérna að koma inn á, fyrir hann Elmar. Og ég sé hvort að þeir séu bara búin að gefa leikinn. Sko, málið er það. Það er bara spurning. Þetta sendir ekki góð skilabóð. Alls ekki. Leikmaður með 23, Flott fyrirgjöf. Einarsson. Inn á kemur leikmaður nummer 11, Pétur Óskarsson. Já, ég held að Brynjar sé bara að hugsa næsta leik núna. Já, ætli það ekki. Jú, Þannig finnst það ég meina, mjög en leiklegt. málið er það. Það er engin leið að sjá hvernig þetta enda núna því að þú sendir svo svakalega slæm skilabóð til leikmanna þannig. Hræðilegt að þetta er áfall og högg fyrir alla leikmenn Huginn hérna innan. Já, Ég er ég, náttúrulega með að beygja Huginn alltaf. já, ég er búin að heyra það. Getur þú farið bara yfir þetta með þér eða? Já, það er bara Huginn. Huginn. Frá Nei, þú segir Huginn. leikmenn Huginn. Hugins. Leikmenn Hugins. Ég veist það ekki skrítið. Jaha. Ég Ég sé, heyrðu, Gunnar prjóna sig í gegn. herru, hann heldur áfram. Ég vil segja sko leikmenn Hugans. Hugans. Þú segir það. Já, en þá er eiginlega hugurinn, ef þú ert að tala um það þannig, sko. Þetta er Ég ætla að huginn. segja það samt bara. Já. Já, bara, eins og við erum talað, þetta er bara frelsi til að velja. Innkast inn í vítateig Hugans. Og fúra með, ó, þetta er í stöngina. Filmingur í stöngina maður. Haukur setur hann inn, hún er ekki góð. fyrsta maður. Já. Hann skýtur á, þessi var leiðin byrð samskiptin. Þessi hefði verið, þetta var alvöru framherja finnis hana maður. Hann hefði verið svo fallegur inni þessi hann Já. á Renato sko. Paul McShane hana. Pól Maxén á kantinum. Hann segir Dötti. Já, Hvað segir hann? Númer 18. Marko. hann Marko. Sörru. Hann getur ekki spilað, Bíddu. segir hann. Hann segir, ég get ekki spilað, sagði hann. Ég átt að spila, ég gat ekki spilað. Það sagði hann. Ekki veit Ég ég er hvað hann enda átti við sammála með þessum Níko á orðum. pyrranda. Það var enginn að bjóða sig í kringum hann. Það var einn sko. Það var ekki margir kostir í stöðunni, Það sko. voru ekki margir leikmenn Hugans í kringum hann hana. Segðu, bolti fyrir stúku. Segðu, það er fallegur labrador fyrir stúku. Dalmatíhundur. Það er Dalmatíhundur, já. já. Það eru hérna, dýr eru leyfileg hérna Já. ásvöldum. Þetta er Þetta er einmitt- vinald umhverfi og Já. fjölskylduvænt. Já, þristurinn mikli. Herru, hann setur henni í gegn, frábær sending og herru, Magnús með frábæra markvörslu. Vel gert. Svo sparkaði báðir í boltan á sama tíma. Þannig þeir bara detta. það verður að Herru, segja. og er Stefán Fiskar aukaspinnu hana. Já, frábærlega gert hjá honum. Svo er að þetta var ansi kraftlust og Já. lélegt finnis hana. En Maggi gerir Magnús gerir mjög vel hana. mjög vel, loka markinu. Gerir sér breiðan, loka markinu. Hann er búinn að eiga tvær sko, Það er mjög góð tvær vöslur í þessu mjög leik. góða vöslur í Já. þessu leik og sko ef hann heldur áfram á þessari braut þá endar hann í Club Brugge. Ég er alveg 100% Ég sé ekki Terrence koma aftur inn í lið eftir þessa framstöðu. Af hverju ætti hann að skipta markmann eftir þessu umferð? Ef þetta fer svona. Ef það flauta að vera af núna, af hverju ætti hann að skipta Mjög góð spurning, mjög góð spurning. Hann er búinn að gera allt rétt í þessu leik. Örugur í sínum aðgerðum, Öruggur koma boltanum vel frá sér. og búinn að verja þegar hann þarf að verja. Taka þessa bolta. Einmitt. Nei, hvað er Flotta Aron að gera? markspinnur. Aron er að fá sér vatn. Hann er að fá okkur skilabóð frá Lúka. Já. Já, hann Það vill er stífra. fá menn aðeins aftur á völlin, vera aðeins dýpri og þéttari. Nú vill hann fara bara að sigla þessu heim. Já. Þarna má sjá hann Elís, liðstjóra líka.
virkilega fallegur á velli Og við erum að fara að fá skiptingu hérna í Haugum. og við erum að fara að fá skiptingu. Hver er þessi hérna mestari? Já, þetta er hann Daði Snær Ingason. Þessi er kornungur. Þessi er kornungur efnilegur. Er hann ekki 98 eða? Jó, þessi 18 ára gamall, pilturinn. Gulli, Hann er að gera sig, herru, Gunnlaugur Fannar út af, hann haldrar hérna út af. Þetta er ekki góða fréttir. Nei. Hann er ekki sáttur, hann bölvar eitthvað hérna í... Já, þetta er, hann er ekki ánægður. Út af kom leikmaður nr. 17, Gunnlaugur Fannar Guðmundsson. Inn á kemur leikmaður nr. 8, Daði Snær Ingason. En Daði Snær Ingason er að koma inn á. Mér lakar til að sjá hann, ég hef heyrt alveg frábæra sögur hennan. En það er spurning hver fer þá í miðvörðin. Það er stór spurning. Hann er miðjumaður, eða ekki? Hann Daði. Já, hann er svona allt múlíkt mann. Já. Hvort að Sindri fari jafnvel í miðvörðin og þetta er spurning hvernig þið stilla þessu upp núna. Flott að spila. Sjáum að það er á fjárstöngina en Og Sindri skalla frá hana. Sindri skalla frá. Búin að fína leik. Búin að halda honum Marko Nikolic svona nokkurn veginn í skefjum. Já. Þó að Marko hafi átt sína spretti yfirsulega. Og það er nú ekki, sko, lítið verk. Og heldur betur. Virkilega lungin leikmaður. Þarna já, ég frábær fórnanda. Það er nú alveg sem þér. Enn önnur hornspyrna. Hvað gerist? Boltinn kemur fyrir. Og enn er það Alexander sem að skallar hana frá. Aron var alveg búinn að missa manninu sínum, sko. Já. Það hefði alveg ekki verið þarna, þá hefði hann fengið... Tóti Öskar líka á Aron hana. Þórhallur Dan, þjálfari. Lætur hann heyra það. Sendir hann, nei, þetta var bara Haukamann. Öston setur þarna, þeir ná mjög vel sér. Þetta er skemmtileg sending hjá, en Ívan hana snegri tilbaka. Marko Nikolic. Hann vil sjá menn setja hann í fyrsta. Það er nokkuð ljóst. Stefán hana, heyrðu, grítir þessu eina 30 metra í beinni línu upp í horn. Og hvað, nummer 17, nei, hver er þetta, 7? Eða Rúna Freyr vill meira tempo. Hann er ekki hættun á Rúna, sko. Nei. En þetta er akkurat það sem við viljum ekki. Það er ómögulegt að vera að spila í 90 mínútur á háu tempói. Já. Svo þið setja ekki sjálf á sig í hættu, þá verður að draga úr því. Já, svona allavega á köflum. Draga úr því á köflum. Já. Nei, heyrðu, þetta er fallega gert en Magnús, öruggur að vanda. Hann er á tánum strákurinn, maður. Ég er svo þvílíkt sáttur með hann hérna í gólinu, maður. Þú sem svona fyrirverandi markmaður, þú hefur nú átt nú leikið með Haukunum. Herðu, gaman að segja frá því að ég á einn meistaraflokksleik á bakinu og það var einmitt á móti Huginn. Herðu, já, það er alveg hárrétt. Það er nefnilega svolítið skemmtilegt. Og það maður spilaði hér á Ásvöllum. Já. Og ég spilaði þar 9 mínútur og hélt hreinu, þannig að ég hef ekki fengið á mig markið. Varstu hvernig sá leikur endaði það? Þetta er skemmtilega gert. Það var, ég held að hann hefði endað 7-0 fyrir Haugum. 7-0 fyrir Haugum, já, ok. Og ef mér skjáttast ekki, þá settið þú 2 mörk allavega í leiknum. Já, ég veit það ekki, en takk fyrir það. Það var ekki svoleiðis, þetta 2 glæsimörk. En það er nú jafnara með liðunum aðeins núna, heldur. Já, þetta var þegar Huginn var í 3. deildinni. Já. Þetta er 2006, sko. Já, þeir eru sterkari núna. Það eru flott flikana! Marko. Setur hún út þarna. Sigurjón. Birgir. Magnús. Og Viktor með skallan. Það sé bara aftur fyrir hann. Ég er rosalega, það er margt. Já, ég segi nú sem fyrirverandi markmaður, svo við heldum nú áfram með þetta. Hvernig metur þú framistu markvarana í dag? Málið það er margt mjög heillandi með báða markmönnum. Þessi markmaður, Atli Gunnar Guðmundsson, hann er svona, hann getur verið svona Stefáns Loga. Hann er svona stór, hávaxinn, með breiðar axlir
og svona slengi típa sko. Já, markmannslegur. Markmannslegur. En hins vegar, þá hann hefur ekki getað gert neitt í þessum mörkum. Nei, hann okkur ljós. En mér sýnist hann hafa burði að vera flottur markmaður sko, við höfum bara ekki fengið að sjá það nóg vel. Já. Magnús, frábælega gert Magnúsi. Þeir eru svolítið öðruvísi típur sko. Já. Hann er aðeins minni og aðeins svona, hann er ekki svona slánalegur og hann Atli Gunnar. Nei. En Magnús er gífurlega yfirvegaður í öllu sem hann gerir. Og maður er aldrei svona, það er alltaf svo góð kostur. Þú ert aldrei stressaður sko. Nei, sama hvernig bolt er að koma fyrir. Þú ert aldrei stressaður með Magnús í markinu. Og svo ver hann líka bara þegar hann á að verja og gerir það mjög vel sko. Ég er rosalega hrifinn á hann. Það skína honum öryggið alveg. Og svo er hann náttúrulega kornungu líka, má ekki gleyma því sko. Jú. Þannig ef ég væri þjálfari og ég ætti að koma með markmann og valið stæði á milli Atla Gunnars og Magnúsar, þá myndi ég taka Magnús alla Davíkunar. Já. Með fullri vinningu fyrir Atla. Já, Magnús er yngri. Hann er miklu yngri. Já. Það er einhver misskilningur hana. Já. Inn í huginn er kallað. Inn í huginn? Já. Elton. Hann setur á hælspýtu frábæra hérna og já, frábær bolti upp í hotnið, hann næri þessu samt, jú, hann næri þessu. Haukur er með hann, hann lætur hann fara fyrir Daniel, þvílík markvarsla. Þarna fengum við að sjá okkar mann í aksjónum maður, frábær Þetta getur hann maður, frábær markvarsla. Þetta var flotskotu Danieli, hann ætlaði að pleysa sko, var ekki alveg vill kraftur í þessu, en gott skot eitthvað síður. Fallit uppspil á Haukunum. Fúfúra og Gunnar. Fallit hann samleik á kantinn. Johnarnir tveir. Já. Það er skemmtilegt. Elton John. Þeir félagar. Já, Elton John. Samspil hjá Elton og John. Og það er sending inn í. Atli mjög öruggur. Þetta var rosalega markvaralegt. Sérðan og... Nei, herri, svo kastar hann. Nei, kasti er ekki... Nei! Marko huskar auðvitað. Ég var að fá áhörendutölur, það eru 7300 manns mættir hérna ásætli í dag. Já, málið er að stúkan er eiginlega það stóra, hún gleipir svolítið á áhörendafjöldan. Það er hárrétt. Þetta er svolítið eins og Laugardalsvöllin og svona sko. Flott tækling. Hvað er hann að flauta á hana? Já, peysutók. Er það málið? Já, þetta var hárrétt. Brót hann á undan. Hjalti er búinn að vera virkilega öruggur. Hjalti dómari í sínum aðgerðum í dag. Ég er ekki sammála þar. Mér finnst það mér að hliðhóllur. Hann Hjalti. Hliðhóllur. Huginn. Já. Já. Hjalti hliðhólli. Er hann oft kallaður á dómarastéttinni. Hann er mjög umdeildur dómari. Þetta er brot. Þetta er ekki neyrið, hann fleygir hausnum í þetta. Sérðu, ég er ánægð með sko, sérðu hvað hann berst fyrir Haukana hann allir hana. Já, þetta er fyrirlega hjartað. Sindri neyrðu, hann kiksar hann hana. En, þeir fá hotn úr því. Var þetta í Daði til Bergana hana? Jó, Sindri hitti ekki boltan hana. Hann setti sko vinstri tonna úr því boltan. Þetta gerist hjá bestumönnum. En þetta er spaugilegt. Vissulega. Þetta er mjög spaugilegt sko, en þetta gerist. En þetta gerist fyrir bestumenn. En þetta er spaugilegt. Sendi ekki inn fítbolti og þeir hreinsa Haukarnir. Herru, Ívan á harða spretti hana. Herru, hann er virkilega snöggur. Gef hann! Herru. Þetta er brot. Þetta er brot. Þetta er brot. Elton glímir hann niður hana. Hann spjalda hann, já, hann þarf að spjalda. Nei, hefur hann spjald? Já, Tóti segir hann að fara. Fúrarinn segir hann að fara eitthvað. Allan, segir hann. Hann er eitthvað hræddur við skapið. Svo bendir hann eitthvað. Það voru mikla handabendingar hann hjá Þórhalli. Þórhallur var skít stressaður hann. Ég veit ekki hvað hann hefur haldið að Fúra ætla að hlaupa í dómarann. Hann myndi nú aldrei gera svoleiðis. Nei, ég veit ekki hvað hann var að... Góð strákur. Já, virkilega. Og þessi grænhöfðeyingar upp til hópa eru virkilega ljúfar sálir. Já. Það verður bara að segja alveg svo er. Fúra dettur í bóksinu. Herru, Magnús fer hann skrítið útlöpi á honum. Og Marko. Hann er með fót. Og þá er Ívan Eduardo. Ívan, herru, hann setur hann á fjærstungina, frábær sending, hann tekur hann niður. Fer að lalega boltan og Haukar komast fyrir þetta og hreinsa.
Þetta eru nú að vakna til lífsins hugir. Já. En er það of seint? Það spurning hvort það séu seint. Það er allt of seint. Þessi leikur eru búinn, kallar minn sko. Það er allt hægt í knattspyrnu. Það eru sendingin í flottu One night bolti in og Istanbul. Stefán. Herðu, og Þvílík Magnús vaska, lokar ég vel. segi, Hann þessi fljótur út að loka. Þessi strákur er rosaleg. Mjög vel gert hjá Magnúsi. En huginsmönnum vex ásmegin, svo sannarlega. Þetta var svona í fyrra hálfleik líka sko. Þeir eru að byrja hálfleikana allt og sitt sko. Já, Það mætti halda að ég væri ekki með hugan við þetta í byrjunleik. það er rétt hjá þér, Emil. Það er þú vilt hafa Elton í bóksinu sko. Já, hann er sterkur í loftinu. Ég hugsa það ef að ég og Elton myndum lenda í einhverjum útistöðu þá myndi hann hafa mig. Hugsanlega. Þetta er flottu bolti. Magnús, nú herðu. Hann, já. En sér, hann er líka sko, hann er ekki lufsa, hann Maggi skilur. Hann nennir ekki einhverju leik að þykist þær meiddur og grenja sko. Nei. Hann bara drullaði Hann stendur bara upp. strax. Já. Og ætlaði bara að koma hérna boltanum í spil strax Já. sko. Þannig á að gera þetta sko. En hefði staðan verið 1-0 fyrir Haugum, þá hafði hann kannski mátt fengja sér aðeins. Já. Flott spark. Fúfúra vinnur hennan. Og heyrir í stúkunni. Já, nú lifnar við stúkunni. Það er alltaf lifnað við hér. Þegar Daði hefur bara farið í miðvörn eða hvað? Mér sýnist það. Setur hann á klofið, Rúna setur hann niður hann á Ívan og fara hann aftur. Skemmtilegur snurgul, vel gert hjá Rúnari. Þetta er fallega spilað. Sindri ekki. En heyrðu, Stefán er Stefán- grimmur Já. og hann skýtur framhjá. Heyrðu, þetta átt hann að nýta drengurinn. Já, hann átti að gera betur. Dauða færi. Ég meina sko, þeir eru nú alveg búin að fá færin huginn sko. Þeir hafa fengið færin. Þeir eru búin að fá 4 alveg góð færi. Já, ég held að 3-0 sýnir svona ekki alveg Nei. rétta stöðu af leiknum. Mér Það gefur finnst rétta mynd af leiknum. mér finnst Haukar vera búin að vera meira dominant sko. Já. En þeir eru sko, En eru þið búin að fá 3 færi? Það er eitt skot fyrir utan, eitt, þú veist, svona inn í tegi eitthvað klafs. Þeir eru búin Já. að fá 1 færi á meðan Huginn er búin að fá 4 sensa sko. Já. En hvað skilur á milli? Jú, Já. Magnús er búin að eiga stórkostlega leik í markinu hjá okkur. Já, það hafa verið meiri sko, kannski meiri yfirvegun í færunum hjá Haukunum. Já. Og það er þessi skot sem við erum svo mikið að tala um. Að þau eru búin að vera betri skotin. Já. Allir handsama þennan öruglega. Fljótur og komnum í leik. Mér langar að fara inn á völlin og klippa þetta tagla á honum Stefáni. Já, Ertu sammála með það eða? nýðust að fara nú vel. Er það málið? Já. Ég er ekki hrifinn að þessu sko. Alls. Nei, heyrðu, þetta er tveggjafóta Þetta er- tækling. Jó, þetta er tveggjafóta tækling. Ég er sammála Já, Hjalta. er þetta ekki gutt spjald? Jó, ég hefði jafnvel haldið gult en Þannig að hann Hjalti sleppið verður þeim. að þekkja reglunar. Já. En ef við tölum um óaðfinnanlega leik, þá er Tómas Leif Markes leikari hérna búinn að vera alveg stórfenglegur Aðstoðdómar nummer 1 er línunni ekki hérna. búinn að flagga fail Nei, flagg. fail flag, nei. En sérðu, núna, Sérðu, nú er skipting. Nú segir hann, Rétti vel úr sér, hér er skipting. Lítur á Hann kíkir klukkuna. tekur upp pennan og bókina. Og hver er að koma inn á? 21. Þetta er Alexander Helgason. Hann er að vinna í kartöflugörðunum henni í Víðistaðaskóla. Stendur svo í stali feiki vel þar. Virkilega duglegur strákur. Já. Eljusamur og virkilega hérna, Og það kom upp ansið leðilegt mál hérna. Þeir eru að vinna hann að bræðinir, hann og Gunnar bróður hans. já, Voru að vinna saman í kartöflugörðunum í Víðó. já. Og svo vegna manneklu þá var ákveð að skipta þeim upp og annar þeirra var sendur upp á Hvaleyrarholt í Já, kartöflugörðin þar. heyrðu, það hefur Þannig að verið núna eitthvað. eru þeir í sikkur kartöflugörðinum í Hafnarfirði og eru ekki sátti við það, vilja vera saman í görðunum, vinna vel sjálfsögðu. saman. En Daniel Snorri fór hann út af. Fínn leikur hjá Daniel. Hljóp eins og óðum maður, eins og svo oft áður. Þetta er, aðja. Þannig að Alexander kemur sér í baráttuna, keyrir í baki á Marko. Blaso setur hún inn fyrir hérna en Haukarnir gera þetta vel. Fram á þessu og hér brýst sólin fram.
og vermir leikmönnum hjartarætur. Nei, heyrðu, Fúfúra. heyrðu boltan af, já, þeir leysa þetta, þeir eru búin að leysa þetta vel í vörninni, 8 tíðum. Satt það. Ég er alveg einstaklega hrifinn Já, af þeir Orri og hérna Stefán. Ég er í einstaklega miðverðinum. hrifinn af Orra Sveini. Já. Svona svolítið óslípaður leikmaður, Já, en fer langt á hjartanu. satt. Og íslensku geðvikinni. Það er aukaspyrna hérna út á hægri kantinum sem Aron tekur. Og ég segi hann ætla að skrúa þessum bolta inn í teig. Við hafa bara hárrétt hjá mér. Á Alexander. Hann er ekki alveg nógu góður snettik og skalla það. Og Alexander, Setta, hann bro. skýtur en það... Og Alexander er nú kornungur líka, er ekki 97 módel. Hann er kornungurinn Alexander, mikið efni hér að ferð. Fallega gert hjá þeim. Gera þetta vel á miðinni. Við spila Arnar setur hann inn í fítboltinn, nei. Hún setur hann ekkert inn í Martein, sko. Atli er með það. Hreyfingarnar á Atla Gunnari þegar hann kastaði boltanum hann út. Hann er svo bjarndýr. Já. Tignarlegur. Þetta var svo beint, þetta var bara beint úr náttúrunni, maður. Á Stefán. Góð á Marko. Nei, ekki á Marko. Það er Johnny. Það er Jamie. Johnny á... Marko missir hann. Fallega spila. Þetta er fallega einna stertinga fótbolti hérna og svo vil ég fá hann upp í hotn á Elton John núna. Nei, heyrðu, þetta var skrítið. Ég hef vel að sjá hann bara keyra niður hennar miðvörðin, sko. Já, Toga vel í hann, hann að Alessandri les þetta, maður. já. Svo spilaði vel úr þessu, nei, heyrðu. Hann getur ekki hlaupið alltaf, segir Hann Þórhallur. getur ekki hlaupið alltaf. Nei, og það er bara alveg hárrétt. Ég held að geti það bara enginn. Það getur enginn hlaupið Nei. alltaf. Ég veit engan sem hefur hlaupið alltaf. Já, fer inn hann á flott fyrirgjöf. Flott fyrirgjöf. Og ára steppi, takk. Já, Maggi. Maggi með þetta, Magnússon með þetta, Fallegt, Stefán hann að maður. náðu ekki að stýra boltanum nægilega vel. Magnús kemur út og hirðir þetta, tekur svo sinn tíma Kontrar og boltan. hann að lúðrar honum upp hérna beint á Fúfúra sem að gera þetta virkilega skemmtilega. Haukur á að gefa sér aðeins meiri tíma hana. Ætlaði að finna Elton John aftur í lappir. Daði Grimmur hann að nær honum. Ívan setur hann yfir. Vel, heyrðu, þetta er vúff, vúff, vúff. Hvað er þetta? 15. Þetta var Jamie Jornet. Já, lítið sést til hans í leiknum, Ekkert sést til hans. en greinilega geða leikmaður. Já. Jamie Jornet. Já. Remember that name, segir Já. ég bara. Þessi áttur endi í klubbrugg eða hann heldur svona fram. Það er að sjá Elmar hérna nú, hann Elma fær kemur sér hérna fram og fær sér vatn, horfið til okkar hérna og brosir. lítið til okkur og Brosir brosir. líðilega. Já, já, Það er engin fjandsemi í honum þá Nei. er að tapa 3-0. Það er allir í þessu til að njóta. til að hafa gaman og vera vinir. Já, og njóta. Já, Og Elmar er svo sannlega með hjarta á réttum stað. alveg algjörlega. Og er ekki að setja út á eitt eða neitt þó þessi tekin út af sem var Nei. furðulegt. Heldur Sem var óskiljanlegt bara í Já, rauninni. hann Furðulegt er bara ekki nóg styður- stert orð. Úff, sér Æ, hérna. þvílíkur árekstur maður. Sjáu það Norra maður. Hann gefur ekkert eftir. Þetta var bara Honum svo er alveg saman hvað staðan er. fallið. Þetta er nú bara vel gert hjá honum. En hann er ekki nóg vakað, hann er ekki nóg mikið að tannum hann að herra megin. Þeir eru ekki að linka nóg vel saman, sko. Hann er upp á topp. Nei, það er smá samskiptaleysi hérna. Veist, það er ekkert, þeir eru ekkert að spila neitt saman. Það er bara svona, þessi gerir þetta og sjá hvað gerist. Já, skilurðu. svolítið. Bara Birkir, hvað gerir hann? Setur hann út á, já, Þetta á nú Jimmy, þetta er fallega gert. Jamie Jornet. Koma þessu frá haugarnir. Blasó hann yfir á
Jamie, nei, heyrðu, Þetta nú brot. þetta bara, já, fá fyrst í mannin. Þetta bara alveg satt, þeir eru fljótir að taka þetta. Hunarsflugunar taka þetta snöggt. Já, En dómarinn Hjalti segir bara nei og ætlar að spjalda Sindra fyrir að brúka munn. já, það, já. Já, Sindri Já, sagði, hvað að þér? Vitlýsingurinn, sagði við hann. já. Það hefur ekki heyrst mikið í hunarsflugunum núna, stundismónunum í seinniháleik. Nei, enda þreytt eftir langt ferðalag. Já, nú fer kannski svona ferðaþreytan svolítið að kikka inn, sko. Klukkan orðin miklu meira á Seyðisfirði núna heldur niður í bænum. Já, nú heyrðu, þetta er frábært skot. Já, hann takk þig klappaður í sínum mönnum, fínt sér ánað með þessa tilraun. Það er nefnilega ástæðan fyrir búningunum, gul, svört röndóttu og þessu gælnæmli bíflugunar er á Seyðisfirði, þá eru sko flestar hunangsflugur með við íbúafjölda. Það er hárrétt, Já. Það eru einhverjar 7000. Já, það er alveg 1 á móti 10 sko, já, í hlutfalli. Já. Það eru Þetta er mikið bíflugna. 7000 bíflugur allt í allt. Já, mikið bíflugna bara, eða svona talið milli 7 og 10.000 bíflugur. Hunangsflugur sem eru hana. Já. Og það eru náttúrulega friðaðar hana. Já, sjálfsögðu. Það var sektir. Það lifir fólki sátt og samlind, sko, með flugunum og... Þarna, þá vaknaðir. Nú er það aðeins byrja að tegja úr sér fyrir bílferðina heim. Já. Stuðningsmennirnir. Þeir kalla huginn, sko. Já. Ég viðurkenna það, ég var að sleppa einum þælum hérna í settinu, þannig að þú veist bara að þig. En sér sko, það sem þetta lið stendur fyrir nær svo miklu lengri en bara þessi leikur. Það skiptir ekki mál til að tapa, þetta er bara passion. Já. Þetta er ástríða og þetta er hjarta. Og þetta er svo mikið hugafarið að sko að gefa sig allan í verkefnið. Já. Það er ekki hægt að biðja mikið meira. Nei. Og þú sér það leikur svitun á hverjum einasta leikmanni hér á vellinum í dag. Leggja sig allan fram. Gefa sig allt í þetta. Já. Fyrir það með að menn vera sáttir. Já. Stoltir. Já. Þeir eru aukaspilna. Þannig að þeir fari rútuna eftir vitandi það þeir lögðu sig allan fram. Meir er ekki hægt að biðja um. En það er ekki nóg. Það verðist ekki vera nóg í dag. Ekki til að ná stigum. En ég vissum að það eftir að breytast. Já. Heimavöllurinn hefur virkilega sterkur. Þá verður hann, vil ég meina að Brynjar Skúlason verður að fara að skoða sér skiptingar eitthvað aðeins. Hann tekur út Elma Braga og Jonathan Alejandro Lama sem var sko besti gæða stimpillinn í liðinu fannst mér. Já. Herru, klóraðir í bakkan? Nei. Magnús Ver. Nei, Daði Snær. Nei, Daði Snær fyrir kemst fyrir þetta og... Uss. Það er bara, Maggi vill hreint lag, það er bara svoleiðis. Já. Mér finnst þess að Haukar sé að reyna að gera allt sem þið geta til þess að leyfa huginn að setja eitt mark, sko. Já. En ekki þegar Maggi er á vaktinni með það. Og ég meina, og mér finnst þess bara hálf stór einkennilegt ef William færi í liði í næsta leik. Nei, heyrðu, Stefán, nei, hann setur í stöngina. Nei, og framhjá. Þeir ætla ekki að ná að skora í þessu leik. Sérðu, þessi var aldrei á leiðin inn. Maggi hreyfði sig ekki, því hann vissi að hann var að fara í stöngina framhjá. Hann er þetta mjög góður að lesa sko hvert boltinn er að fara. Hann sér það alveg. Hann er algjör... Þannig að hann er ekkert að fleygja sér sko því hann er bara vill vera tilbúin í frákastið. Hann er starffræðingur. Já. Ef ég væri Lúka, þá væri ég nú ekki alveg sáttur með það á hvaða nótum Haukar að enda leikinn. Skemmtilegt. Já, Gunnari setur hann á Eldon. Hann er sterkari en Orri. Leggur hann vel út og Haukur setur hann á Aron. Hann var með hann á vinstri hérna. Þessi fór yfir. Sem er ekki uppáhaldsfóturinn hans. Þessi fór yfir, syndist mér. Ég er samt ekki viss. Núna er allt að bilast. Hlustið. Báða stuðningsmannasveitir syngja og tralla hérna í stókunni.
Og þá flautar Hjalti Þór Halldórsson. Örugur 3-0 sigur, en var þetta örugur sigur? Huginn fekk vissulega sín færi og þetta, já, mér finnst 3-0 ekki gefa rétta mynd af leiknum. Ef það væri þannig að maður myndi skora úr öllum færunum sínum, það hefði þessi leikur farið 6-2 fyrir Huginn. Það er bara þannig. Ég veit nú ekki um það, en 3-0 sigur Hauka er staðreind. Virkilega sterkur heimasigur. Og ég veit ég kannski hlutræður en ég er ansi sáttur með útkomuna. Já, Haukamenn eru sáttir með útkomuna en ég verð nú að gefa Býflugunu það að þeir stóðu sér virkilega vel og lifandi í stúkunni og lögðu sér alla fram inn á vellinum. Satt. Og hérna voru óhöfnir að jafnvel bara fá ekki stig hérna. Og ólíkt með Hunangsflugum kannski, það var ekki mikið suð í þeim. Þeir voru ekki mikið að suða í dómaranum eins og gerist stundum. Nei. Það var ekkert suð, en það var sterkt bit á þeim. Því miður þá gekk það ekki upp í dag. En Haukarnir taka sigurinn og fagna til áhorfenda. Já, og við bara þökkum áhorfendum, þeir sem horfðu á leikinn og hérna. Já, þú verður með þeim næstu, það ekki? Já, bara þangað til næst, góða stundir.